Komið sæl og blessuð, velkomin að Rauða borðinu á þessu fimmtudagskvöldi. Það er 20. ágúst og það eru 9 dagar í Evrópukosninguna. Við ætlum að hefja leika umræðu fréttir vikunar og tíðindi líðandi stundar og þar eru Evrópumálin nokkuð ofarlega á baugi, eðlilega. Það eru 3 góðu gestir sem koma hér til mín, Oddný Harðardóttir, fyrrum þingkona og fyrrum fjármálaráðherra meira að segja. Yngvi Ómar Sigurðarson, formaður Leigjendasamtakanna og ljóðskáldið Anton Helgi Jónsson. Þau ætla semst að ræða kosninguna framundan, hvernig þeim finnst umræðan vera, vextina, menningarnótt og fleira fréttnæmt. Nú strax á eftir þessari umræðu kemur hann Ragnar Baldursson sem ykkur sumum sennilega góðu kunnur. Hann stjórnmála og ekki síst Kínafræðingur og hefur nokkru sinnum komið til Gunnars Mára eins og í dag til að ræða aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu og stöðu Íslands í breyttum heimi. Þannig að fyrri hluti okkar dagskrár hverfist þetta risastóra mál. Þegar líður á þáttinn þá kemur hér Guðfinna Aðalgeirsdóttir, prófessor í jarðvísindadeild og Háskóla Íslands og hún segir Gunnari Smára frá rannsóknum sínum á áhrifum loftslagsbreytinga á jökla og afleiðingum af bráðnun í jökla og við endum þáttinn í kvöld á umræðu menntamál. Örn Valdimarsson, kennari, vill breyta stærðfræðikennslu með gervigreindinni og tækninýjungum og hann ræðir breytingar sem að hans mati þyrftu að eiga sér stað í samtali við mig. Þannig að fjölbreytt dagskrá framundan, ekki fara langt, nokkrar auglýsingar afsækið og svo vöðum við beint í þáttinn. Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt frá því samræmduprófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Komið sæl, velkomin í hópumræðu hér við Rauða borðið fréttir líðandi stundar. Það eru komin 3 góðir gestir til mín. Anton Helgi Jónsson, ljóðskáld, vertu velkomin. Takk. Oddný Harðardóttir, fyrrum þingmaður og fyrrum ráðherra. Og hvað ertu í dag?
Ég er bara kona sem elskar að hjóla. Kona sem elskar að hjóla, vertu velkomin. Og Yngvi Ómar Sigurjónsson, formaður Leigjendasamtakanna, vertu velkomin. Takk fyrir. Hvað finnst ykkur nú svona bera hæst? Erum við kannski stödd á þeim stað að allt drukknar nema Evrópuumræðan og svona hugsanir okkar og tilfinningar gagnvart Evrópuumræðinni? Byrjum bara þér. Já, hún hérna er náttúrulega mjög áberandi og fer að verði að segja, frekar leiðinlegt. En það er náttúrulega margt annað skrítið sem hefur komið upp á í þessari viku sem að maður klóra sig viðstum yfir og og það fyrsta náttúrulega sem heitast núna er þessi vaxta umræða sem að einhver leyti tengist þessari Evrópa umræðu og en það sama gerist aftur og aftur og aftur við hverja vaxtahækkun eða lækkun að það verður einhver fyrir vonbrigðum og enginn sem nokkuð tímann fagnar en það er aldrei einhvern veginn farið að tala einhverjar stærri lausnir eða einhverjar framtíðar sýnir sem okkur vantar til að vegna þess að þessi verðbólgu vandar eru náttúrulega bara það að það er eitthvað að grunninu með hvernig við rekum þetta. Sko, Oddný, þú ert fyrrum fjármálaráðherra að maður skildi ætla að þú hafir eitthvað vit á peningum umfram til dæmis mig. Hvernig var þér við þegar þú heyrðir af þessari vaxtahækkun í gær? Ég var svo sem ekki tissa á henni, sko. Nei. En og ég er bara samfærum það að við munum ekkert komast út úr þessum vítarring nema að gera breytingar og nema að taka upp annan gjaldmiðil og tengjast þjóðum sem að vinaþjóðum okkar í Evrópu. Þú talar sko að það komist lítið annað að en Evrópuumræður og það er kannski líka vegna þess að hún er svo stór. Hún snýst svo gildin okkar að tengjast öðrum þjóðum sterkari böndum sem að leggja áherslu á lýðræði, leggja áherslu á réttaríkið, frið og samhjálp og þetta er allt gildi í okkar samfélagi sem að við viljum ekki gefa upp á bátinn og við erum með einræðis tilburði við okkur bæði vestanhafs og austan. Sannarlega. Og það er mikilvægt mínu vita að við tengjumst Evrópuþjóðunum sem að leggja áherslu á þessu gildi líka. Við erum líka að horfa bara upp á svo miklar breytingar og ógnir sem eru þær helstu sem að virða engin landamæri. Það eru netárásir. þar sem að vegið eru launsátri og hægt er að taka úr sambandi heilu samfélagin. Það skiptir mjög miklu máli að við séum í Evrópusambandinu, við njótum sérfræðiþekningar sem þar eru og allra upplýsinga og varna á þessum vettvangi. Það eru loftslagsbreytingarnar og þær eru svo, það getur engin ein þjóð ráðið við. Við þurfum að tengjast öðrum þjóðum sterkari böndum og ég held að það veri gott fyrir okkur að vera með í ferlunum og eftirlitinu sem að Evrópusambandið er búið að setja upp varðandi umhverfismálin og loftslagsmálin og við sjáum bara ógnirna þar. Við sjáum það eru ákveðna vísbendingar að hafstraumarnir séu að gera einhvern óskunda og það hefur bara áhrif á búsetuskilyrði hér. Það er líffræðilegu fjölbreytileikinn í hafinu sem getur orðið til þess að þorskurinn sem við lifum á bara velja fara á önnur mið. Og það eru skógareldarnir og ég var að lesa grein í Guardian á dögunum þar sem var verið að lýsa lífi fólks í Nýju Delí þar sem hitinn fór í suman upp í 54 gráður. Og þú veist, það þarf ekki að mála þetta og það eru vindakerfin í Suður Ameríku sem eru aukafullin áður. Þannig að það er ekki bara efnahagsmálin sem að mér finnst nú reyndar mjög mikilvægt að við göngum í Evrópusambandi fyrir gjaldmiðilinn því að krónan hún leikur okkur grátt og við erum við sem eldri erum
þekkjum það, erum búin að taka nokkra dífunar með henni og kjörin okkar í leiðinni. Þannig að mér finnst sko augljóst efnahagslega, augljós ávinningur, en það líka svo margt annað sem að tengist bara því sem að gerast í heiminum, bæði öryggismálum og svo varðandi loftslagsvá. Ef ég væri marsbúi og ég talaði íslensku og ég hefði lent og ég bara væri á einhverju hóteli núna í Reykjavík og ég hefði kveikt á samstöðin og ég hlustaði á þig fara með þessa ræðu, þá væri stóra spurningin hjá mér, en hvernig stendur það á því? Fyrst þetta svona mikill no-brainer eins og þú lýsir því að segja já eftir nokkra daga, 9 daga. Hvernig stendur það á því að skoðanakannanir mæla þetta bara alveg stál í stál? Þú nefnir efnahagsraukin, þú nefnir friðaraukin, félagsraukin, ýmisrauk og í þínum huga þá þetta bara, já, afsakaðu slettuna, no-brainer. En hvað telur þú þá, myndi marsbúin spyrja, hvað telur þú þá að orsaki það að þetta hnífjamt og jáið gæti reynilega tapað fyrir neginu eins og þetta horfir núna? Sko ég held þetta snúist mikið völd og fjármagn hjá þeim sem eru svona helst að reka nei-baráttuna. En svo líka fólk sem að trúir því að við séum að fórna fullveldinu og sjálfstæðinu og get ekki hugsað sér það. Og það, ég held að þetta sé aðalástæðan. Og þegar að eitthvað, sko, og það annað með jáið og Evrópusambandið, að það auðvitað flókið og tæknilegt. Og fólk svona, kannski sónar svona út þegar að vera að skoða einstaka málaflokka og skoða þá niður í kjölinn, þetta allt flókið og tæknilegt og fólk leitar eftir svona einhverju einni setningu. Og ef ég mætti ráða, þá finnst mér að fólk ætti að segja já, ég ætla að segja já að því við læri vexti. Og ég held að skilja það allir eftir síðustu hækkun stýrivaxta. Við erum með 8% stýrivexti á Íslandi á meðan að evrusvæðið að meðaltali með 2,25% stýrivexti. Já. En þetta svona alveg svo Brexit baráttan, hún snerist svona eina setningu bara. Þetta dýrt, við viljum taka ákvörðun á eigin forsendum og eitthvað svona. Já. Það er áráðurinn sem getur haft áhrif og hefur haft áhrif eins og við sjáum. Þú skrifaði færslu í gær þar sem þú sagðir líka í tengslu við þetta mat alþjóðagjaldeyrissjóðsins á orsökum verðlagsbreytinga á Íslandi að erlend verðbólga og gengi krónunnar skipti langmestu eða 75%. Samkeppniseftirlitið hafi bent á að dagvara sé hér 55% dýrara á Íslandi en í ESB-ríkjum. Þú hefur, Yngvi, veit ég líka áhyggjur af því að það sé skekkja, það sé lýðræðisbjögun í gangi út frá því auglýsingafé sem annars vegar rennur til neysins og hins vegar jásins og við komum aðeins inn í það sem Oddný rétt myndist á. Já, ég var nefnilega að hlusta á Oddný og ég hugsaði mjög mikið og ég sammála þér í eiginlega öllu sem þú sagðir. En lykilsetningin eftir Brexit það sem Aron Burr, Aron eitthvað hittan sem var einn aðal fjármögnunaraðilinn fyrir lífhreyfinguna, sagði eftir kosningarnar og hann sagði bara hreint út í viðtali facts don't work. Eða staðreyndir skipti ekki máli. Og það það sem maður áhyggjur af í dag. Það verið að slengja fram hræðsluáróðri og þá fór ég að hugsa þetta aðeins meðan hann var að tala varðandi lýðræðisþróun. Við sjáum þetta ekki eins mikið á Íslandi að þetta meira falið í húsnæðiskostnað og fleiru en við sjáum þetta allan heim að ríkur að vera ríkari og fátækari. Og svo sáum við bara í fréttum í fyrradag held ég, það var svona sýning úr Kína sem var að sýna róbota sem voru bara að brjóta saman þvott og gera bara störf sem fólk gerir og svo erum við með gervigreindina. Þannig að fyrir mér snýst framtíðin og akkurat tengingi við öflugt batterís og Evrópusambandið réttin til að fá að lifa. Henni gegnum tíðina þetta alltaf snúist réttin til að fá mannsæmandi laun fyrir vinnuna þína, af því þá var þörf á þér.
En hvað gerist núna í mjög náinni framtíð þegar við erum að fara að sjá gervigreind taka yfir fyrst þessi huglægustörf, bókarar, lögfræðimál og fleira og síðan þessi actual labor störf sem eru sem sagt að brjóta saman þvott og færa fólk í drykki og svo framvegis. Þannig að í stóra samhenginu fer þetta snúast réttin til að fá að lifa undir sólinu hérna á jörðinni sko. Og þess vegna þurfum við að passa upp á lýðræðið og þess vegna þurfum við líka að passa upp á að það sem okkur er sagt sé rétt. Og það er það sem ég er mestar áhyggjur af í aðdraganda þessara kosninga. Var ekki öryggis- og eftirlitsstofnun Evrópu sem kom inn í miðjan júlí og flutti og gaf sér út skýrslu 31. júlí. Það sem ég segja bara að það eru göt í löggjöfinni. Þið fá aldrei að vita hver fjármagnar neyhreyfinguna. Bretarnir fengu að vita það þá eftir á. 60% af fjármögnu þeirra sem ósu út sér mittlisum upplýsingum voru 5 auðmenn. Hver er staðan hér? Ég fór á Meta auglýsinga, þú getur farið bara hver sem er inn á Meta og séð auglýsingadreifingu síðustu vikuna og þar er neyhreyfingin búin að eyða síðan þetta byrjaði tvöfalt meira en jáhreyfingin og við sjáum þetta ef við keyrum borgina það eru öll svona skilti, auglýsingaskilti, nei og sjónvarps-útvarpsauglýsingar miklu meira hluta nei. Hvað liggur á baki? Það er einhverjur öflugur hagsmunir sem liggja hérna baki og mér finnst þessir hagsmunir mjög sambærileg við veiðigjaldamálið. Það sem voru bara öflugir sérhagsmunir sem ólu á ótta og umræður sem var ekki rétt og kom bara í ljós fljótlega eftir og var ekki rétt. Og það er, eins og Anton sagði áðan, það er mikið verið að tala þetta og kannski verið bara gott þessu líkur. En hugsaðu það, hvernig fer ef þessu líkur mjög tæft með neigi og það er stór hluti þjóðarinnar sem situr þá eftir og hugsa, var logið að okkur? Og hver lög að okkur út af hverju? Þessu líkur ekkert með einhverju neigi, þessu líkur með jái og síðan já að neigi við upplýstum samning. Það er eina leiðin til þess að getur lokið svo að fólk og þjóð skilji sátt við í mínum huga. Ég er reyndar að lesa alls konar skrif á internetinu núna að þessu muni ljúka í ákveðnum skilningi með neigi, með svona auka dramatískum hætti að ríkisstjórnin þurfi bara að fara frá. Að hún hafi bara lagt allt undir og þau séu bara marklausir, markleysingjar, fólk án trúveruleika. Þetta eru allavega vini mínir í Sjálfstæðisflokknum mikið að skrifa á internetinu núna og maður spyr sig eins og þú bendir á líka tæft já. Hvað gerist þá? Þá höfum við alltaf séns á að segja nei aftur. Það lokar ekki málinu. Nei. Tæft nei núna lokar málinu og eftir sitjum við með spurningar sem við fáum aldrei svarað. Fylgist þú Anton mikið með stjórnmálum svona heilt yfir? Ég get nú ekki sagt það og fylgist ekki mikið með þessar umræðu en þó eitthvað og ég vissi strax að ég myndi segja jálið og ég vissi að þessi kosning kemi og ég gerir það vegna þess að ég vil fá aðra kosningu. Ég get verið sammála Oddnýju eiginlega flestum, hún sagði áðan en ég vil fá að meta og kjósa aftur og það finnst mér því miður hefur einhver eða einhverjir eyðilagt þá umræðu að minna á að kosningin eru tvennar kosningar. Við kjósum fyrst í haust og svo kjósum við aftur það hvort við viljum vera í þessu sambandi og þessari samvinnu. Og að mörguleyti finnst mér leiðilegt við þessa kosningabaráttu núna og alla umfjöllun að þetta minnir svolítið á handbolta og fótboltaleiki eins og voru í gamla daga. Það fer allt búður í leikinn í fyrrihlutanum og svo er eins og ætli enginn að taka leikinn eftir hálfleik. En það er bara fram að hálfleik hjá okkur núna í haust og svo verðum við að halda áfram og þá er aðal eiga stóru málin að liggja undir af því að þá værum við að fara að fá einhver almennileg svör ýmislegt sem við viljum vita. En svo vantar margt í þessa umræðu finnst mér þið talaðum og vaxtamálin og
vaxtakjör og verðlag og annað slíkt, það náttúrulega alveg hryllingur allt saman. Ég var að lesa bók núna í vikunni bara fyrir tilína því að leið til Írlands og las hérna stutta sögu Írlands og þá erum við staðið upp, já, heyrðu, það batnaði allt á Írlandi eftir Írar gengu í Evrópusambandið og reis og var mikið velsælt í mörg ár, en samt hafa þeir átt sínar prívat krísur heldur betur á seinni árum. Þannig að sko að vera innanborðs í Evrópusambandinu, það ekki þar með sagt að sko við getum ekki klúðra hlutum eins og við hefum gert hingað til hérna á Íslandi og við munum örugglega að gera það sko. Það eru fleiri mál sem að skipta og sem að ég heldur endur að skipta mikið meira máli heldur en sko verð á matvælum og annað slíkt og þá förum við að tala um menningu og menntamál og það er því miður aldrei komið inn á það í þessari umræðu en það sko á hverju byggjum við allt okkar Íslendingar. Við byggjum á tungumálinu íslenskunum, málinu, bókunum sem voru skrifaðar fyrir 1000 árum sína. Ef þetta væri ekki, þá værum við ekki neitt. Við erum ekki Íslendingar vegna þess að við eigum fiskiskip eða sérstakar kýr. Það er fyrst og fremst málið og menningin. Og hvernig við munum geta elst í samstarfi í Evrópusambandinu, það held ég að skipti. Það skiptir mig meira máli ef sú spurning heldur margar aðrar og ég alveg sannfærður að eins og margir ef er eitthvað sem að getur komið í veg fyrir að þetta tungumál degi út á næstu 50-60 árum, þá það að vera innanborðs í öflugu sambandi sem einmitt gefur svona litlum málsvæðum sens. Algjörlega. En ég hjó eftir að tala um Íra með svona skemmtilega að þeir gengi í Evrópusambandið og það hefur gengið betur hjá þeim síðan. Þegar ég var á alþjóðaþingi leigjenda í 2023 þá var akkurat aðra ræðumaðurinn þar, írskur fræðimaður, Dr. Rory Harron og hann var sem sagt, hann er hagfræðingur og skrifa margar bækur írska húsnæðismarkaðinn sem er eitt sá versti í Evrópu. Það hefur verið mikil skortur og mikil verðhækkanir og hann stendur hann í pontu og er að tala fyrir kannski 100 manns og fara yfir svona staðreyndir írska húsnæðismarkaðinn. Og ég kem frá Íslandi með svona dorrant með mér tölum úr íslenska húsnæðismarkaðinn. Og það voru allar miklu verri hjá okkur. Hver er einasta staðreynd sem að tala Húsnæðisverðið að hækka þetta mikið þá að hækka miklu meira hjá okkur. Leiguverð miklu meira hjá okkur. Og eftir að hann var búinn þá fór ég að segja ráðstefnugestum frá þessu og fólk það bara gafti. Hvernig getur þetta verið? Af hverju vitum við ekki að þessu? Af því það er grundvöllur vandans og af hverju ég til dæmis vil skoða aðild Evrópusambandinu er húsnæðismarkaðurinn. Og það er bara að skoða samhengi hlutana að frá 1980 til 2000 þá voru húsnæðismarkaðurinn raun og veru ríkisvæddur. Þú varst með lánin voru öll frá ríkinu, varst með húsbréf og svo framvegis. Og við sjáum verðlaga á húsnæði og öðrum hlutum svona hanga nokkurn veginn saman. Síðan er þessu hleypt frjálsu inn á bankamarkaðinn aldamótin. Hvað hefur gert síðan? Sko 6% fólks var að leigja þá, í dag er það 29%. Húsnæði, venjuleg íbúð, ég er með tölur frá HMS sem sýna þetta, kostaði 6-7 milljónir, svona venjuleg 2-3 herbergja íbúð aldamótin í blokk, kostaði í dag 70-80 milljónir. Þetta er úr öllu samhengi og þetta sýnir manni að við ráðum ekki við þetta verkefni. Að vera með krónu og vaxtaumhverfi og fleira í þessu litlu örmynd sem við erum með. Við erum bara of veik fyrir áföllum. En það er nú ekki auðvelt sko fyrir hinn almenna mann sem er kannski einhverju smá húsnæðiskrísu eins og svo mörg okkar erum, ekki síst út af þessu vaxtastígi. Það er ekki auðvelt fyrir hinn almenna mann að reyna að mynda sér skoðun þetta þegar vinstrið talar gegn aðild eða gegn jáinu eftir 9 daga. Já, en ég sé nú alveg burtið frá Evrópusambandinu núna í þessu samhengi þá spyr ég að þú segir af hverju hefum við ekki heyrt af þessu samband Víra og annað slíkt. Af hverju höfum við ekki heyrt fréttir af þessum húsnæðismarkaði sem að þú ert að segja frá hérna á Íslandi og þá svarið okkur vantar fjölmiðla.
annað sem er dettur hug í fyrra dag þá var bara, heyrði ég í útvarpinu úttekt út af einhverju NATO-æfingu sem er hérna núna og þá fer að tala í framhaldi af því að það eru gífurlegar framkvæmdir í gangi á Keflavíkurflugvelli. Það eru bara verið að byggja upp herstöð aftur. Hver talar það? Enginn, hvergi. Dælir bandaríski herinn eða hver sem það er eða NATO dælir peningum í landið og hver bað það? Ekki við herstöðaandstæðingarnir. Og hver fjallaði það? Enginn. Mjög gott að þú nefnir þetta. Heldur þú, Oddný, sem gamall refur í pólitík, heldur þú að tímasetningin á þessum fundi og þessum ummælum sé tilvíðun, svona bara korteri fyrir þessa Evrópukosningu? Herinn, er það að tala um það? Já, þessi yfirlýsing Bandaríkjamanna þessa uppbyggingu sem Anton var að ræða. En þetta er ekki nýtt, sko. Voru þeir ekki eitthvað að skerpa á þessu samt? Ég ákvað að skoða þetta, þú veist, er eitthvað nýtt í þessari frétt? Og ég gæti ekki fundið það. Það er ekki. Þetta ég man ekki, það var sko í tíð síðustu ríkisstjórnar sem að þetta var ákveðið með uppbygginguna í Helguvík til dæmis og viðlögukantinn og þessar 11 milljarða eða hvaða nú er sem átt að fara í það. Ég var að leita því í fréttunum hvort þetta væri bara Bandaríkin eða hvort þetta væri NATO. Það skiptir máli. Það er erfitt að treysta Bandaríkjunum þegar kemur að hernaði og til hvers ætla þeir að nota aðstöðuna í Keflavík. Mér sýndist þetta vera NATO, ég gat ekki annað séð. Og allavega í þeirri yfirferð sem ég ákvað að gera á fréttum, þá gat ég ekki séð betur en að þetta væri gamla fréttir. Það væri bara verið að segja frá að það væri verið að halda áfram að vinna með það sem var búið að ákvað að gera. Sem er í sjálfu sér frétt kannski vegna þess að það er svo margt sem breytist frá degi til dags í hvað varðar bandarísk ítök. Já, ég gerði athugasemd við þetta á sínum tíma af því það er verið að tala um að hafa þarna aðstöðu þannig að það sé hægt að rugga upp sko fyrir herinn ef eitthvað kemur upp á. En áhugaverður tímapunktur að koma hérna með gamla frétt og uppdúkaðan bandarískan hersöðingja rétt fyrir En það er kannski tímasetningin, þú veist, ástæðan fyrir því hann er hér eru æfingar. Það er verið að æfa, það er einhver sérstakar æfingar núna sem standa yfir og við finnum heldur betur fyrir á Suðurnesjum sem við getum alltaf að tala saman fyrir orustu flugvéla gný. En þegar þú gerðir athugasemdir við þetta á sínum tíma, tók einhver eftir þeim athugasemdir? Ég held ekki og meira að segja, sko, auðvitað er þetta minn bakgarður og fólki á Suðurnesjum sagði, býtu, hvað ert þú að gera athugasemdir þetta? Þetta er bara atvinnu uppbygging hér á Suðurnesjum. Mér var stærri spurningin. Þú býrði í Garði, fyrir þá sem ekki vita. Já, mér var stóra spurningin vera, í hvað ætlum við að nota þessi hernaðarmannvirki? Til hvers, okkur erum við að gera þetta? Við hverju erum við að búast? Og það er það sem skiptir öllu máli. En við erum í NATO og það er ákveðna skuldbindinga þar. Þannig að það er svona svolítið erfitt að segja nei við uppbyggingu og öryggisvæðinu sem að þeir hafa yfirráð yfir á Suðurnesjum. En mér finnst alltaf gleymast í þessu máli að ef segjum að herinn sé að koma þarna aftur eins og bara tala að gæti bara gerst að það er heilt samfélag þarna undir sko, það eru 30.000 mann sem að búa á Suðurnesjum og á meðan að voru 5.000 manns upp á velli þá hafði það áhrif á samfélagin bara menningarlega og fjárhagslega sko. Þannig að það er einhvern veginn alltaf skautað fram hjá sveitarstjórnarmönnum og Suðurnesjum finnst mér. Bæði þegar talaður að herinn komi og það var líka gert þegar hann ákvað að fara. Það hefur raun og verið alltaf Suðurnesin hafa lent svo hart í áföllum. Við getum líka að segja þetta eftir hrunið. Ég meina 80% þeirra sem mistu íbúðuna sína eftir hrun á Suðurnesjum eru núna að leigja. Þú veist, þeir fengi ekki tækifæri að kaupa sér íbúð aftur. Og svo til að mistu hérna varnarið svolítið áður
Já, þau fóru 2006 og en það var mikið svona uppbyggingatími og þenslutími þannig að flestir fengu vinnu aftur en þau voru auðvitað ekki búin að vera lengi vinnu þegar að hruni kemur og voru fyrstir út aftur sko. Þannig að skellurinn var stór. Já, en sko þú ert að bregða svolítið eins við þessum tíðindum eins og Gunnar Smári, ritstjóri Samstöðarinnar, við áttum spjall í vikunni sama dag og þessi frétt var flutt og hann talaði eins og þú sko. Þannig að þú ert í hópi með góðu fólki að þetta sé nú kannski ekki eins sakleysislegt eins og... Nei, mér finnst það alls ekki og verra fannst mér líka að heyra það að stjórnvöld varðandi það hvað Ísland á að borga mikið í NATO. Það var einhver prósenttala 1,5% af einhverju og síðan var reiknað með því að aðstæðan og lega landsins væru ígildi fjármuna sem við leggjum í þennan kostnað og það náttúrulega þetta bara svo geggjað að það ekki tekur einhver tali. Annarkvort bara ef við ætlum að vera með og borga gjöld í svona félög þá bara borgum við en ekki að fara að leggja landið undir og veðsetja það. Þetta eru bókhaldskunstir Kristrúnar Frostadóttur sem telur að hún geti farið með þetta upp í töluna 3,5%. Mér finnst þetta geggjað og það skuli ekki vera neinn umræða þetta sko. Og það vantar náttúrulega alla umræðu hvað eru varnir og hvað eru öryggi og þar var eftir guttunum. En það sem líka mjög alvarlegt sem að lítið talað líka er samningurinn sem var gerður við Bandaríkin á meðan að Guðlaugur Þór var utanríkisráðherra. Sem er bara einhvern veginn þannig að Bandaríkjamenn geta bara gert hvað sem er. Þeir geta bara gengið á land. Það er svakalegt og það fór aldrei fyrir þingi og það fór aldrei fyrir utanríkismálanefnd og það er þess vegna sem mér finnst að það sé ónýtt plagg sko. Var þetta ekki 2022 cirka? Er það ekki hann sem alltaf að tala fullveldi og Evrópusamband? Jú, hann sem alltaf að tala fullveldi. Já, það ekki, ég held það sko. Og það bara þegar það kemur að ESB sko. Já, ok. En mig langar samt svo mikið til að taka undir með Antoni þegar hann talar menningu og menntamálin. Því að sko þó að mér finnist sko augljós efnahagsávinningurinn þá er svo margt annað það eru 33 kaflar sem þarf að semja sko við Evrópusambandi og meðal annars er það menntun og menning og það er nýsköpun og við munum augljóslega græða á því og kannski getum við líka lagt eitthvað til í þessum efnum líka og auðvitað þurfum við að kjósa samningin þegar allt er komið upp á borðinum að megna þess að við vitum til dæmis ekki hvað verður hvað mun standa þegar búið að fara í gegnum sjávarútvegsmálin og í gegnum landbúnaðarmálin og allt þetta sem að stóru spurningarnar eru þess vegna verðum við að fá samningin á borðið. Ég valdi Samfylkingun á sínu tíma og valdi að starfa fyrir hana líka vegna áherslun á Evrópusambandi vegna þess að ég er sannfærð að efnahagslega mun það skipta miklu máli fyrir almenning að skipta gjaldmiðil og við erum að bera upp í krónu 400.000 manns að bera upp í krónu og mér finnst það bara eitthvað svo augljóst að rúmlega 450 milljónir bera upp í evruna og það er meiri vikt í því. En er það ekki til marks allar tilfinningarnar í hugum okkar og umræðinni og hvað það er í rauninni mikil áskorun fyrir okkur Íslendinga að reka eigið samfélag vegna þess hve staðreyndir og tilfinningar rekast mikið á í þessu máli að sko í flestum Evrópuríkjum þá eru hægri flokkarnir þeir vilja umfram vinstri flokkana að löndin séu í ESB. Hér er það hægrið sem er hart gegn jáinu. Ég myndist á vinstrið áðan. Já. Við höfum verið að ræða úrbætur fyrir almenning sem getur fylgt aðild. Þú segir að það sem að þér finnist einfaldast ef fólk þoli ekki mjög flóknar staðreyndir að bara yrðulegri vextir. Hvað í ykkar huga skýrir til dæmis bara ef ég tek spurninguna sem var ekki svarað áðan með vinstrið af hverju segir
stór hluti talsmanna vinstri sinns. Sko ég held að því að nú var ég náttúrulega sjálfur í sósíalistaflokknum í smá tíma og sagði mig úr honum að því að það sem ég áttaði mig á það voru bara ákveðna öfgahópar búin að taka þann flokk yfir. Fólk sem skilur ekki alveg muninn á kommunisma og sósíalisma. Sósíalismi náttúrulega hugtak úr frönskri stjórnmálasögu sko, meðan kommunismi eitthvað dýpra sko og komur seinna. Mér finnst þessi skoðun sósíalista mjög skrítin og ég sé það bara ekki fara saman að vera titla sig sem vinstrimann og vera að berast fyrir hag almennings og neita að skoða umbætur sem eru svona greinilegar. Af því að bara staðreyndin að tala sínu máli, við erum búin að með 5,8% hærri vexti að meðaltali frá 99 heldur en Evrópa. Og þetta bara eitthvað sem að tikka beint í veski á fólki, hvort sem það með námslán eða húsnæðislán eða hvað sem það er að leigja. En fyrir ekki, Svandís Svavarsdóttir, sem var nú bara í VG, hún segir það sama. Ólafur Ragnar Grímsson er búin að koma hérna mjög stækur í neginu. Við erum bara með Ögmundur Jónasson, ég get nefndir 10 eða 100 ábyrrandi, Sólveig Anna Jónsdóttir, ég get nefndir 10 eða 100 ábyrrandi vinstrimanna í umræðinni sem langt umfram sósíalistaflokkin sem Nýforusta VG segir já. Já, akkurat, Rósa sagði já. Reyndar. Og birti ykkur samanburðarmynd í Facebook í fyrradag eða eitthvað varandi mataverð, rétt. Já, þú reynir að stækka svarið og ekki bara láta það snúast sósíalistana. Hvað heldur að liggja þarna undir? Sko, ég var einhvern tímann að rökraða þetta pínlítið við hann Ögmund á Facebook fyrir löngu síðan. Og ég enda á að segja sko, það þýðir ekkert í dag að þú þurfur náður ekki að breyta hlutunum og þeir eru búin að vera eins síðan vil ég núna ekki breytingar. Veist, þetta er einhver svona, þetta er einhver dogma, þetta er einhver svona ég veit það ekki, ég sé okkur ekki breyta hlutunum sjálf nema við fáum hjálp til þess. Við höfum bara reynt það svo lengi og þess vegna er þetta mér óskiljanlegt. Ég held að þetta tengist sko svona geopólitík. Við sjáum þetta líka hjá mörgum vinstrimönnum sem eru að tala um þjóðarmorð á Gaza og tengja það við Evrópusambandið meðan staðreyndin að segja bara að Evrópusambandið hefur gert miklu meira gegn Ísrael heldur við nokkuð tímann Íslendingar, það er alveg ljóst og auk þess sem að ganga inn og hafa rödd við borðið er miklu meiri aðgerð og miklu meiri hugrekki heldur en að sitja bara fyrir utan og öskra og æpa sko og vilja enga breytingar raun og veru. Mér finnst þetta bara óskiljanlegt. Þetta er eins og Vilhjálmur Birgisson segir sko vextir og verðbólga, þetta er allt mannanna verk, við getum bara lagað þetta á morgun. Af hverju eru ekki búin að því þá? Þú veist, eftir hverju eru að bíða? Þannig að það er engin rökræn ákvörðun eða rökræn ástæði fyrir því af hverju vinstrafólk ætti að vera móti því að skoða að létta byrðarnar á venjulegu fólki á Íslandi. Það er bara engin rök fyrir því. Ég langar að biðja þig að halda áfram með þetta, Oddný. Af hverju heldur að þetta er flókin skilaboð til margra sem eru kannski því við erum haldið fram að séu svona 20% okkar á flökti með atkvæðið og En ég bara benda þér að flestir af þeim sem þú taldir upp voru líka móti EES-samningnum. Já. Og líka móti NATO. Já. En sem er önnur saga. En og ég gladdist þegar ég sá nýja forystu VG slá aðra tóna. Og ég held að það ekki bara því að ég sammála þeim heldur líka held ég að það stækki VG og íslensk pólitík þarf á vinstruna að halda líka. Þannig að ég var ánægð með það. Af hverju ég fæ bara svona stingi hjarta þegar ég horfa á fréttirnar og sé Sólveig Önnu sitja fremsta bekk við hliðina á öllum helstu ólígörkum landsins. Ég veit ekki af hverju, að því í EES-samningnum, þar er vinnuverndar-rétturinn, það er frjálst flæði fólks og fjármagns. Það er svo margt sem að varðar stéttabaráttu og stéttafélögin sem er bara nú þegar í gegnum EES-samningin. Þannig ég átta mig ekki á þessu, ég veit ekki hvað þetta snýst, ég verð bara að viðurkenna að ég skil þetta ekki. Þetta er rosalega skrítið. Já, vegna þess að sko það er, ef við horfum á matarkörfuna, við horfum á lánin,
þá bara alveg augljóst mál að það hagur almennings að ganga í þetta bandalag. Og 70% kjósenda þessara flokka segja samkvæmt könnunum að þeir vilji skoða samning. Það ljóst það ekki? Jú, og hærra hlutfall hjá VG, sko. Já, 90 eitthvað, samkvæmt einhverju könnun þar. Já, ég samúð mín liggur svolítið hjá almenningi, sko. Þetta ekkert, maður án og alltaf sem blaðamaður reyna að hafa almenningi í huga í störfum sínum, en þetta bara ekkert einfalt fyrir almenning að reyna að greiða úr þessum fleikjum. Þetta erfitt, sko. Eitt sem ég glemdi að nefna áðan, þegar ég var að tala um ógnir sem fara yfir landamæri. COVID, bara heimsfaraldur, sko, og hvaðan fengum við bóluefni? Við fengum það í gegnum Svíþjóð sem að reddaði okkur bóluefni í gegnum Evrópusambandið. Þannig að annars hefðu við ekki fengið bóluefni, sko. Hefðu verið aðilar að ESB þá, ekki þurft að fara að króka við gegnum FIFA. En án EES samningsins hefðu þá bara verið á köldum klakka? Hvað segirðu? En án EES samningsins hefðu þá verið á köldum klakka, veistu það? Ég held bara án tengslana við Norðurlöndin sem að voru og eru í ESB hefðu verið í vanda. Það líka sko eitt sem að mér finnst að sé frekar lítið rætt og það sko við höfum náttúrulega alltaf verið þessi unglingur Ísland í samfélagi fullorðinna þjóða, hentistefnu þjóð sem hefur fengið allt fyrir lítið sem ekki neitt. Hvort sem við tölum Marshall-aðstoðin að hvað við ræðum. Við erum náttúrulega mjög vönð í að fá mikið fyrir ekki neitt. Það ekki þar með sagt að það verði þannig til lang fram. Og sko það að standa utan ESB, það gæti farið að kosta meir og meir í viðskiptalegu tilliti og svona. Það mjög lítil umræðan þetta. Íslendingar einir og sér, við værum ekki rík þjóð ef við værum bara að díla innanlands. Þetta fyrst og fremst vegna alþjóða viðskipta og þessals, ekki satt? Jú, ég held að það sé mikið til í þessu og við þurfum á viðskiptum við heiminn að halda og við þurfum að skiptast á skoðunum líka og eitt af því við getum sagt sko talandi unglinga og fullari fólk og eitt af því sem að einkennir unglingin Ísland og stjórnkerfið hér og bara Íslendinga almennt að við eigum erfitt að lifa eftir reglum og að taka nýja, þó við séum búin að samþykja það, að taka upp nýja reglur, þá bíða reglurnar og bíða og það vill enginn skrifa undir þetta og svo sendt bréf frá þeim sem við vorum að semja við á ekki að fara að skrifa undir og samþykja og þeim ekki svarað og við erum bara, við kunnum okkur ekki í þessu sambandi og þurfum á því að halda að umgangast fólk sem hefur fullorðið og læra af því, segi ég að þessu leyti. Já, sennilega. En, já. Ég sagði akkur til Björnum daginn vorum að spjalla að þetta snýst líka tölfræði. Það eru 450 miljón manns í Evrópusambandinu og þeir fá bara betra úrval af góðum lögfræðingum, góðum hagfræðingum, góðu stjórnmálafólki, góðu fréttafólki og svo framvegis. Og við getum notið góðs að því með því að ganga í þetta bandalag, allavega að skoða möguleikann á því. Og einhver myndist... Og gleymum því ekki, aðrir geta notið góðs af okkur, og þá mér dettur í hug það sem að það var sænskur maður sem var forstöðumaður Norræna hússins fyrir 20-30 árum síðan og hann fekk, þegar hann var að kveðja og svona, og spurði fyrir þetta maður hvernig þetta hefði verið að vera hérna á Íslandi og hann var mjög ánægður með það og allt svona og vinna Íslendingar og Svíar vel saman, já, hann sagði að það var eiginlega, maður geti hugsað sér alveg draumaríkið ef það væri sett þannig saman að við hefðum frumkvæði Íslendinga og skipulagsgáfur Svía. En ef það væri öfugt, það þið katastrófa. Og þetta held ég alveg við í þessari Evrópusamband sem við eigum margt ólært í regluverki og bara að haga okkur á réttan hátt. Og svo gengur náttúrulega allt út á málamiðlanir í Evrópusambandinu. Já, þetta eru marga blokkir. En það sem fáum líka með Evrópusambandinu svona ákveði regluverk og réttarvernd.
Mér finnst rosa gott að minnast á hrunið, það sem að í lok árs 2010 dæmir Hæstiréttur gengislánin ólögmætt. En þá búið að henda fullt af fólki út á götuna, búið að missa íbúðina sínar. Mjög sambarlegt mál átt sér stað á Spáni 2013, kallað Asis-dómurinn. Þá var þess spænsk fjölskylda sem stóð frammi fyrir átt að bera hann út úr húsnæðinu sínu. Hún vísaði til þess að lánaskilmálunni væru óréttlátir og Evrópudómstóllinn dæmdi að það mætti ekki bera hann út og í framhaldinu þurftu Spánverjar að breyta lögum. Hér erum við bara með ráðgefandi EFTA-dómstól. Við njótum ekki sömu réttar verndar, þú veist. Og það er líka einn pínlítið punktur í viðbót varðandi vextina. Við tókum eftir með vaxtatöluna að varðandi verðbólguna að 1,7% og staðsti einstaki liðurinn hækkun á leigu á Íslandi. Já. Sem það síðustu tölu. Það er ekkert aðflutt vandamál, það er okkar eigið vandamál, Þessi sjálfvirka, verðtrygging á leigu sem að smitar allt, veist, og bara sjálfkrafa hækkar verðbólguna. En það er líka annað með umsókn á þessum tíma. Ég held að sé, þú veist, ég auðvitað vildi við varum löngu búin að ganga frá þessum samningum við Evrópusambandið, en það hefur ekki gerst. En kannski er tíminn núna miklu betri heldur en hann var 2009 og við eigum bæði vegna þess að við stöndum betur hér heima heldur en þá, en líka út af öllum breytingunum í heiminum að þá stöndum við betur á vígi í samningum við Evrópusambandið. Þannig að þetta er góðu tími til þess að fara út í þessar samningaviðræður. En svo er náttúrulega eitt sem aldrei talað munum við einhvern tíðan geta uppfyllt við skilyrði sem að þarf að uppfylla til að geta fengið evruna? Já, það getum við. Við höfum gert það og það dæmi þegar við gerðum það síðast sýnir akkurat hvað íslenska krónuhagkerfið er veikt. Í COVID þá lækkuðum við vextinni í 0,75%. Hvað gerðist? Fólk voru að kaupa upp húsnæði og húsnæðismarkaðurinn bara sprakk og þá fengum við okkur vextina. Þannig að við höfum náð þessu áður. En íslensk græðgi á fasteignamarkaði olli því að núna erum við með verðbólgu og við náum ekki að losna með hana. Þessi græðgi hefði aldrei haft áhrif á stýrivaxtaákvörðun Seðlabankans í Frankfurt, eða ekki Frankfurt, jú. Þú veist, þannig að við erum konum með miklu svona, eins og þú sagðir daginn, Björn, svona kaldara, fjarlægara vaxtastig sem tekur ekki svona mikla með af íslenskri græðgi. Mér finnst það ótrúlega mikill kostur líka. Svarar þetta spurningunni? Þinni? Við vitum bara ekki hvenar við náum því en við munum ná þessu markmið, ég hef engar áhyggjur af því. Ég er að fara til Króatíu á morgun og hjóla. Þeir gengu í Evrópusambandið 2013 og mér minnir að það hefur tekið upp evru 3 árum síðar. Þeir gátu það og við getum það örugglega. Okay. Þeir listu því yfir í ástæðinu fyrir þeir voru að sækja þeir vildi komast í húsnæðisvexti sambarilega við Þýskaland, var það ekki? Og hvað hefur gerst? Þeir eru lægri en Þýskaland í dag. Í 1,8% húsnæðisvöxtum eða eitthvað slíkt, Heyrðu, mér langar að fara úr Evrópuumræðinni þótt hún sé mjög þýðingamikil og ég var til dæmis með viðmælanda í gær bara konu út í bæ eins og hún kallaði sig sem að hún segist ekki sofa á nóttunni núna út af þessari Evrópukosningu. Hún er svo kvíðin, hún er svo hrædd að verði nei. En ég ætla samt að fara að segja skilið við hana. Það voru náttúrulega ég ætla að ræða þess menninganóttina framöndan þótt þú verður augljóslega í Króatíu en ég ætla að ræða hana aðeins við ykkur og með þitt hlutverk þar, Anton. En áðurinn fyrir þangað var þetta hvernig leið ykkur þegar þið lásuð að Kristján Loftsson væri hættur að reyna að selja hvalkjöt til Japan og ætlaði hann að bjarga heiminum með járntöflum úr hvalkjöti? Já, þetta er náttúrulega eiginlega bara sorglegt að lesa þetta. Það er ekki, maður hugsar á maðurinn ekki fjölskyldu, hann ekki víni, okkur talar enginn bara við hann eða tekur hann frá og vegna þess að þetta
þetta náttúrulega bara tómt bull, sko. Þú ert raun að vera að segja ekkur hjálpar hún gengur. Já. Þú veist, já. Það eiginlega alveg furðulegt með þetta og sorglegt í sjálfu sér. Allir þessir kallar sem að hafa bjargað okkur og haldið upp í atvinnulífin og gert út togaran og hvaliðskipin og aflað fjár, að ég segja. Þeir eiga eitthvað inni. En sko, en lopinn var samt teygður áfram að sín talaði við eina næringafræðingin í heiminum held ég sem að fannst þetta bara alveg frábær hugmynd. Þannig að það var ekki bara þessi furðufrétt mokkans á forsíðunni. Heldur fleiri fjölmiðlar náðu í fleira skrítið fólk og það var reynt að láta okkur trúa því að þetta væri bara alveg stórkostleg leið og myndi réttlæta bara allar hvalveiðar framtíðar. Já, þá spyr maður sig sko, einhvern veginn hef ég heyrt að þið heyrti flegt að Kristján Loftsson eigi Morgunblaðið eða stóra hlutan í því ég veit það ekki en það væri ein skýring. Já. En það þarf ekki að vera. Ritstjórnin ákveður náttúrulega hvað þarna inni og það alltaf verið að flagga Guðna Ágústin í mokkan. Ég veist nú maður, hann eigi neitt í mokkan. Það bara því að hann segir svo stíft nei. Þeir flagga öllum sem segja nei. Þeir draga allt á flót sem við geta núna. Já. Já, ég veit ekki. Mér fannst þetta bara sorglegt að svona vitleysa rati á forsíðu þessa blað sem að mörguleyti ennþá leiðinlegt með það, sko, strúktúrin í þessu blaði ennþá, það grunnstrúktúr sem alveg ekkert að nota ef það aðeins tekið til einandir. Sko. Það búið eiginlega þetta blaði fyrir mér, ég búin að taka það út af favorite hjá mér, ég fer ekki lengur inn á þessu vefið þeirra. Okay. Tók bara ákvörðun það fyrir 2 vikum, það bara búið eiginlega það. Það of einhliða. Last þú eitthvað út úr þessu Oddný sem að við höfum leyft okkur að gera jafnvel pínulítið góðlegt grínað sérðu mikið viðskiptatækifæri, sérðu þarna ekki til skapast friður hvalveiðar Kristjáns Loftssonar? Ég finnst þetta bara sturla rugl sko. Já. Þannig að ég bara ég skautaði bara yfir þetta í því, bara sturla rugl. Ég held að sé bara þannig sko. Þeir var alltaf fréttnefnd, þú veist. Hann með einhverju vöru sem hann að veiða og enginn vill hann veiða hana. Hann ekki að selja hana þá alltaf hann búið til töflur úr henni. Þetta bara meikar enga sens, sko. Þetta bara vitleysa, sko. Já, og náttúrulega að koma með svona frétt í blaðið sem að ætti nú að vera, sko, og hefur verið málgagn þeirra sem að stunda góð viðskipti og í góðum viðskiptum, sérstaklega nú á tímum, þá kannar maður fyrst markaðinn og tekkar á því hvað hann vill og svo býr maður til eitthvað fyrir markaðinn en það tíðkast að það ekki góðu viðskiptahættir að veiða og ætla svo að fara að selja, sko. Það gerir ekki. Og svo hefur líka takmarkað möguleika að selja þessu vöru. Hann fær ekki að selja en Evrópusambandsins, þú veist. Það sko þetta náttúrulega, þú nefndir að sjálfur áðan að hvað við búum við vont ástand í fjölmiðlaheiminum. Við töpum á því hvern einasta dag ársins. Þetta náttúrulega bara skelfileg staða. Já, þetta skelfilegt ástand með skort á fjölmiðlum og það og alltaf fjölgar hlaðvörpunum og þar sem að menn sitja og tala einir út í loftið einhvern veginn og helst einhverjar erfiðar tilfinningar sem þeir báru í æsku eða unglingsárum sem kannski gott að létta á en við þurfum meiri og dýpri umræðu mörg mál, ekki bara þessi Evrópusambandsmál og skóla- og menningarmál og þarf eftir göttunum. Það kemst einhvern, það vantar allir dýpt í umfjallunar. Ég algjörlega samanlegar. Heyrðu, en Oddný, þú verður að fara að pakka ofan í ferðartöskuna fyrst út á leiðin til Króatíu og ég ætla ekki að halda ykkur mikið lengur en þú ert að fara að nýta þér menningarnótt, það ekki, til þess að búa til, miðla til okkar list, það ekki? Jú, ég ætla að gera það á laugardaginn, þá ásamt Kristínu
Lárusdóttur selluleikara og raftónskáldi. Við höfum verið að vinna saman síðustu 2 árin. Svona sett upp tónleika eða viðburði. Við verðum á menningarnótt með ljóða og tónlistarsirpu sem við köllum talaðu við mig vonina. Og kjarnin í því að við erum svona í tali og tónum að tjá áhyggjur okkar af ástandi heimsins eins og það núna, stríðsástandi og öggvæglegum ælegri framtíð hvað það varðar. Og já, við höfum verið að vinna saman eins og ég segi síðustu 2 árin. Þetta líklega 7. skipti sem við setjum upp eða erum með svona tónleika, setjum upp nokkur ólík prógram. Og þetta byggist á textum sem ég hef skrifað út frá til dæmis ástandinu á Gaza, út frá stríðinu í Vietnam í Úkraínu ætla ég að segja. Þar sem að Rússar voru að drepa menn í nótt alveg í sögulega fjölda. Og þetta svona meira til þess að minna á það, en svo þetta okkar ákall leið á fjölmiðla aðra, ykkur hér í kring, talaði við mig vonina. Það bylur á okkur mikið af svona fréttum stríð og aftur stríð og einu lausnirnar sem að virðast vera í boði meiri hernaðaruppbygging hér og þar í heiminum, en við þurfum að fara að tala aðrar lausnir. Hvað getum við gert annað? Það hefur verið gert í gegnum tíðina og við hljótum að geta gert það núna. Það okkar trú og hvati varðandi þessa dagskrá sem við verðum með, eins og ég segi, Forlagsbúðinni 2 á menningarnótt klukkan 3:30 og 3:30. Þetta svona 40 mínútna prógram. Skiptist í svona nokkra ólíka þætti. Og svona kveikjan hefur verið nú ekkert af eitt ljóði sem í þessu hefur byrst í bók eftir mig, annars hefur þetta bara orðið til á síðustu árum ýmsar kveikjur, eins og ég segi ástandi í þessum löndum. Það endar á svona löngu eintali sem var nú til, kannski kveikjan að því var til þegar að Úkrænustríðið færðist næstum því inn bara á heimili hjá mér þegar kona mín fór að vinna aðeins fyrir Rauða krossin og komst í kynni við konu frá Úkraínu og bara allt í einu þegar sú saga hennar var komin inn á eldhúsborðið hjá mér, þá fer maður að máta sig í þær aðstæður og þegar maður heyrir syni sem eru eftir og þurfa að gegna herþjónustu, þetta fer maður að hugsa sína syni, við 3 syni og fer þá að velta fyrir sér. Ok, út allt fara drónarnir og það eru ógn og hættur á veginum og hvað ger ég? Hvað myndi ég gera ef að við þyrftum að fara í átök? Og það erfið spurning, ég hef oft velt henni fyrir mér áður, en hún því miður, brennur á okkur núna. Og eru einu svörin sem maður hefur það hernaðaruppbygging með NATO eða hvað getum við hana gert? Þetta eru frábæra spurningar. Þetta minnir mig á það sem að Frakkar hafa verið að spyrja sig núna undanfarið, að þeir segja við erum búin að framleiða nóg af verkfræðingum í bili, við þurfum fleiri skáld, við þurfum fleiri listamenn með ímyndunarafl til þess að ræða við okkur það sem að gæti orðið. Mér finnst þetta svo farlegt. Já, þeir eru ekki fyrstir að uppgöta þetta. Ég held meira að segja á áður en þar síðasta hrun var í Bandaríkjunum þegar var ofboðslegur uppgangur þarna fyrir aldamót, einhvern tíðan svo hrundi allt þá var það svolítið tíska í viðskiptalífinu að fá svona skáld og heimspekinga inn í viðskiptalífið einmitt til þess að koma með crazy hugmyndir. Það gott ég að nefna það líka til sögunni.
En ég held við komumst ekki mikið lengra hérna, þú ætlaðist ekki taka þátt í menningarnótt því þú verður í Króatíu, en hvað með þig? Ég ætla að kíkja á með bjór með sinni mínum. Já. That's it, bara easy going. Já, ég var aðeins að renna yfir þessa viðburðu, þetta alveg ótrúlega dagskrá. Og til dæmis bara í menningarhúsinu Hörpu, bara tónleikaröðin sem þar allt frítt fyrir alla. Þetta alveg dásamlegt. Þessi helgi og gleðigöngu hérna viðburðurinn, þetta sko, maður verður stundum að faðma þessa hluti. Það sumt sem við gerum svo rosalega vel, sumt svo fallegt og yndislegt. Verður ekki bara enda á þeim jákvæðu nótum hérna. Mér stu að hérna, svo fallegt nafn, tölum saman vonina. Já, samanlega. Það var nú upplagt að vera með umræðu þáttum sem að hefði þessa yfirskrift. Stýrið þú ekki bara þeim þetta? Alveg ekki til í það. Hér bara alveg hlutir að gerast. Já. Því ekki það. Jú, við þurfum að tala saman vonina. Það alveg klart mál. Ég svo sammála því. En kærar þakkir til ykkar allara, Anton, Oddný og Yngvi. Við erum rétt að byrja, ekki fara langt, nýr kafli hér handa við hornið. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Þá það komið að Evrópusambandinu. Þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort það eigi að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið. Ég fekk hérna í vikunni 2 gesti sem í sikkur lagi sem hafa verið tíðir gestir hérna, eða fasta gestir. Ásgeir Brynjar Torfason og Hilmar Þór Hilmarsson. Þeir komið hérna og ég ræddi við á Evrópusambandið og ég ætla að fá annan fasta gest, Ragnar Baldursson, sem ég hef nú yfirleitt kynnt sem Kínafræðing. Þú stjórnmálafræðingur líka? Jú, ég tók mig frí frá utanríkisþjónustunni þegar ég fór að nálgast eftirlaunaldurinn og ákvað að hérna og kallaður heim til starfa í utanríkisþjónustunni og tilgreindra starfa sem hefði sjálfsagt verið mjög skemmtilega en hefði ekki með Kína að gera og ég ákvað það að nota kannski þessi síðustu ár sem ég get hugsað nokkuð skýrt til að reyna að finna út úr því hver væri ástæðan fyrir þessu núningi milli Kínverja og Vesturlandabúa og líka hvernig ósköpuna stæði á því að Kína geti þróast svona hratt og við höfum verið að ræða svolítið þau mál, náttúrulega alls ekki tæmandi því að þetta þessi stórt mál en þá taldi ég þegar ég var ungur maður þá taldi ég að stjórnmálafræði væri tiltölulega gagnslaus grein en ég hugsaði nú kannski að það getur verið að stjórnmálafræðin hefði einhver svör. Svo ég fór í doktorsnám í stjórnmálafræði við Peking háskóla og til þess að hérna fá meiri breidd í námið þá valdi ég mér þema eftir að hafa rætt við prófessorana í skólanum og hérna þeir spurðu mig alltaf hversun eru Íslendingar og hversu Norðurlandamenn svona góðir hversuna eru þið með þetta velferðarkerfi og voruð ekki brjálaðir víkingar sem hjöku menn og annan og réðust á varnarlaust fólk og dálbúr sér til skemmtuna. Hvað gerðist? Og ég fór að velta þessu fyrir mér og í staðis að segja þá bara þeir allir að vera góðir og það eðlilegt að þérna ríki líti eftir sínu þögnum. Þá fór ég að velta þessu fyrir mér hvenær það hefði gerst og það ekki svona einfalt. Það hérna Víkingatímabili hélt nefnilega áfram, það hélt áfram í krossferðum og Danirnir eiginlega hættu ekki að verða víkingar og höfðu nýlendur og voru eiginlega svona bara annarsflokks eða þriðaflokks heimsveld við hliðina á Englendingum alveg þar til eftir Napóleónsstríðið þegar að Englendingar stóla á þeim flotanum og þeir kenndu almenningi að lesa og upp á Nýja testamentið og kærleiksboðskapan og svo kom Bismarck og tók af þeim nýlendur þannig að þetta ekki svona einfalt þannig ég hugsaði býðu nú við hérna
þetta er þetta mjög áhugavert þema sko og þá fór ég að fókusera hvers vegna fóru englendingar að verða heimsvallarsinnar, hvernig byrjar heimsvallarstefnan og ég skrifaði doktorsritgerð það og niðurstaðan var að víkingarnir hefðu haft verulega áhrif þar á að þeir réðust þarna á Englandi í 300 ár og það er fyrst eftir það að þeir og síðan hertakaðir Normannar, já, hertakaðir England og leikjendur sér það og eftir það þá fara þeir út til landsteinan og byrja að ræna úr upplæði. Þannig að nýlendu tíminn er loka hnykkurinn af víkingaöld. Já, hún er beint framhald og er ekki loka hnykkurinn vegna þess að við erum með þá að upplifa afleiðingar. En við getum talað um það einhver tíma síðar, en ég komst að því líka að ég var látin lesa helling af einhverjum bókmenntum stjórnmálafræðinga og hérna þeir eru skrifað ekki bara fordrit frá Sókratesi og Plató og rómanska tímabilur og svona heldur líka nútíma bókmenntir og hérna hérna Samuel Huntington til dæmis The Clash of Civilizations og svo framvegis fannst það alveg frábær bók fyrst fyrir hraðlasana, svo fór ég aftur í hana og þá allt í uppgötaði að bókin var eiginlega skrifuð sem handbók fyrir CIA eða Pentagon. Pentagon, hvað gerum við nú? Kaldast eru búið og hvar getum við... Hvaða óvin eigum við að velja okkur? Já, hvaða óvin eigum við að velja okkur og hvar verða stríð og svo framvegis og síðan bara fylgist með því þegar stríð eftir stríð í Balkanskaganum og hérna Úkrænustríði meðal annars og hérna Hvíta-Rússland átti að vera skipt líka upp. Tyrkland átti að vera hinum einn sem átti ekki að vera bandamaður því að samkvæmt hans kennibókum og svo framvegis. En þetta er umhverfulega var handrit að því hvernig ætti að etja til úlúðar á Vesturlöndum og mér var ekki skemmt og svo náttúrulega hef ég áttað mig á því það bara stjórnmálafræðin hefur aldrei spáð rétt fyrir hvað að gerast. Ég held að hann var fyrst að skipta að gera það en hann var það í rauninni ekki, hann var að segja fyrir hvað þeir ætti að gera. Þannig að þessu leiti þá virkar hún ekki mjög vel við að spá fyrir einhverju eins úrslitum í ESB samningum eða hvort að Trump verður kosin aftur eða hvað svoleiðis. En á hinn bóginn vegna þess að mín nálgun var söguleg, var menningarleg og ég lesið hef mikið af líka mannfræðibókum og mannfræðiritgerðum og hérna og ég kom að þeirri niðurstöðu að til að skilja menningu þá þarf það að fara langt aftur tíma og það þarf að skoða eðli þjóðarinnar, hvernig hún hugsar, hvernig hún upplifir sjálfa sig, þarf ekki að vera algjörlega satt, það er bara hvernig hún raunverulega upplifir sjálfa sig, hvernig upplifir Íslendingar sjálfa sig. Til dæmis, ég held að verulega leiti þá kemur það fram í því þegar þeir nálgast þetta Evrópu sambandsaðild eða ekki aðild að vera með á móti og koma með sömu ræðurnar og draga svo sitt hvora ályktunina en það er raunverulega mjög djúpt í þjóðarsálinu. Við erum með fjölskipt stjórn. Hvað er djúpt í þjóðarsálinu því að fólk kemst að sikkur í niðurstöðunni? Já, akkurat. Það er bróði minn sem hefur komið hingað, Halldór Baldursson, hann sagðist vera svona frekar hallundi, sagði mér svona persónulega og ekki til að segja frá öðrum frá því en alltaf að segja, hann hallaðist frekar að því að kjósa með Evrópusambandinu sem við værum Evrópu þjóð og að hann var í frjálslynd styddu upplýsingarstefnuna og væri frjálslyndur og það allt saman og það var bara hans ástæð að þá svona ættum við að stíðast við það fyrir einhver önnur hugmyndafræðileg módel. Ég er ekki eins viss vegna að upplýsingastefnan hún er, má segja hún upprinn náttúrulega frá grískri renesansins og svona eitthvað tilvísun til Grikkjana og svona línuleg hugsun. En hún er svolítið í því að skipa hlutunum í box
og okkar hugsun á Vesturlöndum mótast af því að Aristóteles á sínu tíma, hann að skrifa þessa bók um vísindi og náttúruvísindi og þar flokkar hann allt og síðan var þetta sett í það samhengi að Guð hefur skapað hlutina og veruleikann í ákveðni röð og svo framver og svo kemur þarna metafysík sem þýðir og eftir eðlisfræðinni sko. Bókin sem hann skrifaði eftir eðlisfræðina, metafysík sem er þessi aðferðafræði sem notum hugsun og síðan það þegar kirkjan kemst að þeirri niðurstöðu að við verðum að vera vísindarleg og átta sig á því að jörðin snýst í kringum sólina og einhvern veginn veruleiki var svolítið öðruvísi eða þeir héldu að ákvaða þá kirkjuþingjum að þetta maður hugsa líka sköpunin hefur gerst kannski einhvern veginn öðruvísi og værum vísindarlega þengjandi að þá sitjum við samt eftir með þessa kassahugsun, allt sett í kassa veist, og við sjáum veruleikan svona verulegin og í hvaða kassa eigum við að fara og ég heyri þetta núna í þessari ESB til dæmis umræðu að það vilja allir sjá hon í kassan eins og þetta séu jólunum og þeir opna kassa og þeir vilja sjá hon í kassan hvað félur það í sér að ganga Evrópu saman. Sáttu við þegar fólk segir að í víðsjáverum heimi þá þurfum við að velja okkur eitthvað lið bara ef að kemst á tollastríð eða það heldur áfram, það nú í gangi. Já, það sé betra fyrir okkur að vera innan einhvers tolltamúra. Það er ein ástæða sko, en svo ástæða meira svona hún má rekja hana til víkingatímabilsins í rauninni frá til vestrara menningar í það var allir verið að liði sko, ég verið að vera í sko, íslensk stjórnmál svolítið þannig að ræna báðir hóparnir mig. Já, sko, en sko ég vil ákvæði í hvaða hóp ég ætla að vera sko. og íslensk stjórnmál einkennast af flokkadráttum og höfðingjavaldi og innan það merkilega sko vegna að þessir og ímynd fólks hvort að það veruleikið ekki víkingarna sem komið ykkar voru með sína ættmenn og svo framvegis að það deildu líka innbyrðis og það bara alveg eins og íslenskir stjórnmálaflokkar hegða sér þeir hafa einhvern sem formaður og hann ákveð bara ekki neitt leikur nema hann heiti Davíð Oddsson eða Halldór Ásgrímsson, þeir voru þá valdamiklir að þeir voru... Kristóf Frostadóttir breytti stefnu samfélgjarinnar. Já, það má segja... Sko, meðan annars með því að taka Evrópumálin af dagskrá, en síðan hefur hún einhvern veginn látið undan, þannig að hún komið aftur. Mér finnst það mjög sérstakt, sko, það er ekki stílnum beinlínis, hún hegðar sér svolítið öðruvísi, en það er en þessi afstafa fólks sko eins og... Sigmundur Davíð stjórnar sínum flokki. Já, hann gerir það og hann eins og nákvæmlega höfðingi og höfðingivald en svo að maður tala við einstakar flokks með þá ekki vist að þessi algjörlega sammála þetta triði sérstaklega. En sko þetta er ekki sko ég sé heiminn bara allt öðruvísi. Ég sé heiminn eins og það er náttúrulega þetta er Konfúsius yfir á kínversku og Lao Tse og ég verið að þýða hérna ræðuð Xi Jinping og sögt mér niður í að reyna að skilja kínverska pólitík og það er bara eitt flokkur. Já, það er bara eitt flokkur. Það sem eru margir flokkar þá til dæmis ef við verðum að skoða frönsk stjórnmál þá ekkert minni átök á milli fylkinga þar heldur en á Íslandi. Nei, það er sko við eigum sko uppruni Íslendinga í þessu ættbálkarsamfélagi og alla Evrópu sko. Og frakkar náttúrulega hinn víkingarnir settust að í Normandi og flestir eru komið frá Danmörku og þeir settust að í Niðurlöndum í Hollandi, Belgíu og þessu svæði Luxemburg og svo framvegis í Niðurlöndum og svo var einhverju sem fóru til Sikileyjar og Suður Ítalíu og það náttúrulega sjáuðu leifarnar af því í mafíunni og heimsaldar sem sterkust í Suður Ítalíu. Hæmi, þar sem víkingarnir voru. Þannig ég fann að horfa á sögunum dálítið mikið þessu samhengi en þeir sem settust á Íslandi, þeir voru eiginlega dálítið þverari en sko þeir sem en aðbálkarnir sem settust á
Rjóminn af þverhausunum kominga. Ég held það að sé svolítið svoleiðis og ég held að við upplifum okkur svolítið þannig og það kannski bara allt í lagi og dálítið gott sko, og hérna og það sem er sko vandamálið þegar ég að horfa á eitthvað eins og eigum að gangi í Evrópusambandið ekki þá spyr ég þá spyr ég báðarspurningarnar, ekki bara hvað gerist þegar við gangum í Evrópusambandið og þá gerist þetta og þetta og þetta. Ég hugsa hvort ekki, sko, ég reyna að hugsa hvort ekki. Það eru tveir möguleikar. Það svo sem í umræðinni, sko. Já, fólkið að lýsa ástandin á Íslandi ef við gangum ekki inn í Evrópusambandið. Já, en það er samt langsamlega flestir. Þeir hafa bara eina lausn og hún er svo að fara eftir minni stefnu. Og síðan og þetta náðilega hámarki þegar ég var í utanríkisráðuneytinu, var að vinna norðurslóðamálum og samningaviðræðum við Evrópusambandið flokkustofna og Norður-Atlantshafi síldina og makríl og skiptingustofna og sjálfbæra veiðar og svo framvegis og þegar Össur ákvað að og ríkisstjórnin ákvað það við ætlum að ganga í Evrópusambandið. Það var stefna utanríkisþjónustunnar að það væri ekkert plan B. Ég var svo vitlaus að ég spurði fólk innan utanríkisþjónustunnar hvað er plan B ef þetta skyldi nú verið fellt? Og mér var bara sagt að þegja vegna þess að það væri ekkert plan B og það var bara opinber stefna. Og þið veist ekki góð samningatækni. Ég finnst það alveg galið, sko. Ef þú kemur bara með plana þá eiginlega getur viðsjámyndin leikið sér aður. Að sjálfsögðu. Því að þú er svo háður því að fá. Ég þoldi þetta mjög illa, sko, að heyra þetta svona. En það er, fyrsta lagi er það ekki góð samningatækni að segja bara, þú veist, hástöfum að við höfum bara ekkert plan annað en að ganga í Evrópusambandið. Og þess vegna ætlum við að hætta hvalveiðum og þess vegna myndum við gera allt til að Evrópusambandið, til að þóknast Evrópusambandinu. En það er ekki alveg, ég veit ekki hvernig þetta var þarna 2009 og árið þar á eftir. En núna er þetta ekki alveg svona, því að svona, ef maður hlustar á Þorgerði Katrínu sem er svona leiðandi í þessu máli, þá hljómar það eins og hún ætla að fara til Brussel og segja við höfum það bara mjög fínt hérna á Íslandi, bara mjög þokka lána með margt okkur. En við viljum athuga hvort að þið viljið fá okkur inn í bandalagið og hvaða undanþágur þið viljið gefa okkur sem að þið vitið að er grundvallaratriði fyrir okkur. Þannig við viljum aldrei koma inn í sambandið nema að hafa fulla stjórn og eign á fiskveiðiauðlindinni. Já, ég tók eftir þessu og sérstaklega þessu síðasta punkti. Þannig þá er raunverulega plan B bara að halda áfram á óbreyttu. Því að það er ekkert afleitt. Nei, það er nefnilega ekki eins og plan B, sko, vegna þess að þú verður að hafa framtíðarsýn og þú verður að hafa framtíðarsýn sem er núanserð, þar að segja ef þetta gerist eða hitt gerist, þá gerum við þetta. Það er að hugsa hlutina, þess að veruleikin er alltaf að breytast. Stöðuleiki og óbreytanleiki er ekki til. Það er og ég líti á þetta á söguna sem bara kannski vegna að sé því til bókinu Veginn að þetta er eins og á sem verður að streyma áfram og það verður og hún kvíslast í mismunandi farvegi og ef þú ert að fara vatnasvæðið þá er engin vegurinn er ekki óvandalega. Þetta sem hann er að tala um. En bæði jáarar og neyjarar eru svolítið þarna. Því að jáararnir segja að þetta er vísjávörur heimur og við veitum ekki alveg hvernig það þróast og slúðist, þess vegna er betra fyrir okkur að vera í Evrópusambandinu. Neyjararnir segja að þetta er vísjávörur heimur og við veitum ekki alveg hvernig það þróast, þess vegna er betra fyrir okkur að vera utan bandarlaga og reyna þá að semja við hvað sem er. Já, þetta er bara ekki rétt vegna þess að við vitum að heimurinn breytist og það eru og hann breytist samkvæmt þeim lögmálum og samkvæmt þeim forsendum sem nú þegar eru til. Þannig að þegar ég setti hérna á Facebook, ég skrifa nú ekki mikið á Facebook, en ég skrifaði einu sinni smá pistil þar sem ég var eitthvað að agnúast út í stjórnmálastétt Íslands og hún væri hérna vanhæf og geti ekki einu sinni lagt veg út úr höfuðborginni, geti ekki byggt tækja ákvörðun að byggja
byggja sjúkrahús í miðborg sem augljóslega myndi hérna væri að byggja þá sjúkrahús þar sem mynduðust umferðarteppur og var erfitt með að koma með fólk á hérna hratt undir læknisendur. Það var ekki hægt að færa hugmyndina til þó svo að væri bent á ágallana og þá algengast að svari í því var það ef við hérna förum að skoða annan kost þá kemur bara engin spítali sem líklega þá trúin það að við séum eiginlega búin að missa getuna á því að leggja Sundabraut, á því að byggja spítala á réttum stað. Þá er samfélagur þannig að við eiginlega getum ekki komið okkur niður á niðurstöðu. Það er rangt að forsendunum sé ekki verið hindi. Dagur Björgjesson, hann hefur nú ekki kommenterað á neitt sem ég hef skrifað yfirleitt, en þessu tilvikið þá skrifa hann smá byrjtur og sagði að forsendur hefur breyst og mér Dagur ágæður stjórnmálmaður þannig lagað en ég var ekki að ráðast hann persónulega og mér hann hafði staðið sér alveg þokkalega en það að segja forsendur hefur breyst að segja okkur að forsendur, í rauninu forsendur breytast alltaf og það breytast bara ekki einhvern veginn. Það var vitað fyrir hérna, það eru til skipulagsfræðingar, það eru til stjórnmálamenn sem hafa langar sögu, fólk sem lítur til sögunar og sér við kallum það trenda eða allavega þróunartilhneigingar og hvert stefnir og svona. Auðvitað vitað að það myndast umferðarteppur í borg. Auðvitað vitað með því að byggja þéttabyggð að þá myndast umferðarteppur. Auðvitað var að vita fyrir löngu þegar ákvörðum var tekin ef við hefðu hugsað þá hefðu geta breytti og auðvitað vita að það er ódýrast að byggja á landi þar sem ekki er hérna búið að byggja neitt og það sem verið að byggja nýjar umferðaræður sem auðveldur aðgangur að og auðvitað vitað að þetta hægt það á að gera hlutinu svo leiðis en það var ekki gert í upphafi og þá þarf að halda sig við upphaflegu ákvörðunum og segja síðan að forsendur hafa breyst. Ég er ekki vissum, ég hef ekki rætt þetta við í dag en ég býst við að hann skilja þetta en þetta mér finnst þetta alveg augljóst. Mér finnst þetta alveg augljóst áður en þú tekið nokkrar ákvarðanir og við vitum hvernig Evrópusambandið er í dag, við vitum hvernig það og við þarf ekki að opna einhvern kassa og hvernig það er raunverulega margir sem hafa farið þangað og við vitum ýmislegt það þar sem menn hafa ekki átt að segja á að þannig að það er að breytast, það er alltaf að breytast. Það er að breytast. Evran, og evran sjálf. Það má aðeins að þú tala reynsluna frá 2009 og í framhaldinu. Hvað segir það sem að margir jáarar segja er að út af breyttum heimi, út af breyttri afstöðu Bandaríkjanna til Evrópu, út af vaxandi tollastríði, að það sé einmitt þess vegna sem að við ættum að snú okkur til Evrópu og það vil svo til að í dag horfir Evrópa öðruvísi á Ísland út af öryggissjónarmiðum, út af eitthvað svona aðgengi að norðurslóðum öðru slíku. Þannig að í dag þá gætum við fengið okkar kröfur fram sem við gátum ekki 2009. Mér finnst þetta svona röð af rangfærslum og miskilningi á heiminum vegna þess að vegna í fyrsta lagi þá er Evrópusambandi þá stærstu hlututin sem gerast í heiminum í dag er ekki að við séum á norðurslóðum, alltaf vita það og líka að þá eru einhverja breytingar á norðurslóðum, þær eru fyrir eitthvað hægt það gerast svona 10-20 ára það er en við erum svo lítil að Evrópa getur hótt á það, við veitum ekki alveg hvað þetta þróast þeir eru ekki að hugsa það, þeir eru að hugsa Kína, þeir eru að hugsa það að meira hlutin af neysluverum í heiminum eru framleitt þar og þeir eru að hugsa það hvernig við eigum að hvernig Evrópa geti höndlað það að þeir eru ekki lengur mesta, að Þýskaland er ekki mesta iðnaðarveldi heims og að Bandaríkin eru ófyrirsjáanleg, það er umverulega ekkert ófyrirsjáanlegt við það að segja að þau séu ófyrirsjáanleg, við höfum alltaf vitað það, en við höfum ekki alveg skilið það, vegna þess að við sárum á söguna hvernig Bandaríkin hegða sér, þá hafa alltaf verið tilbúin til að ráðast inn í önnur ríki og skipta sér á stjórnmála þeirra og breyta þeim og svo framið. Það er ekki að breytast. Að tala þetta sem fyrsta lagi er ránkvarsla að það sé einhver stór mál að gerast á norðurslóðum breytingin milli Evrópu og Bandaríkjanna er svo að núverandi bandarísk stjórnvöld
telja það ekki í sínum hag að viðhalda góðu sambandi við bandamenn sína í Evrópu og saman geta þau haldið uppi Sameinuðu þjóðunum og svona alþjóðlegum stofnunum og það sé leiðin til þess að tryggja sterka stöðu Bandaríkjanna í heiminum. Nú þetta stjórnvöld líta á Evrópu fyrst og sem einhverja byrði og telja það tryggi betri hag Bandaríkjanna til lengri tíma að semja bara beint við Kína og Rússland og svona lönd sem að skipta ykkur máli sem Evrópa gerir ekki. Já. Því að nú forseti held ég fyrirlítið Evrópu. alla stjórnmálastéttir. Já, ég held allar að segja kannski þetta Evrópusambandsins, sko, en það nú málið að hann segir það að Evrópusambandið hafi verið búið til þess að nýðast á Bandaríkjunum. Við eigum ekki að steypa okkur í flokk í fylkingu. Það hættulegt. Það jafn hættulegt núna eins og það var þegar íslensku leiðtogi skrifundi feld og ákvað það við skildum vera blendir í trúnni og fólk gæti bara trúa það sem það vildi og þegar við gengum undir Noregskonung sem aldrei kom til Íslands og hafði engar áhuga að koma til Íslands, hann vildi geta sagt að hann stjórnaði Íslandi eða hann væri að allt norður Ísafið og norðursjór var vikingahaf. Víkingarnir réðu því og þá voru öll ríkinni þar í kring að þau voru það var Hákon náttúrulega en Knúturinn mikli að hann var konungur yfir 6 eða 7 ríkjum eftir hvernig þú taldir það en hann fór ekki þangað og hann sendi sína fulltrú og þeir voru ekki til að hlýða honum sko, en þannig að hættulegasta sko, Ísland smáríki langt í burtu, við hefum ekki vopn og til hvers og ef við opnum á að vera að setja upp einhverja raunverulegar herstöðar með varnarflaugum og her sem hægt að senda hratt eins og var náttúrulega í kaldarstríðinu þá vorum við hluta á öðru veruleika en sko Bandaríkjaher að velta þessu fyrir sér að koma hér upp ykkur aðstöð þannig geti flutt svona þokkalegt herlið. Frekar ólíklegt. Það var að segja þetta hessuðingi sem var hérna í heimsókn. Já, hann hefur sagt það. Það kannski til þess að rétt að hrista upp í Íslendingum og láta það lesa einn varnarsáttmála. Ég ekki vissum að þeir séu raunverulega að hugsa það vegna þess að það þýðir mikill kostnaður við að hafa stöðugt einhvern herlið hérna. Ef þeir fara að senda herlið hérna þá það til að senda þá eitthvað. Og þeir geta gert það, alveg sem hvort við göngum með Evrópusambandið ekki. Þetta breytist ekki neitt. Sko. Og ef við göngum með Evrópusambandið þá eru orðnir virkir þáttakundur í þessari deilu. Svo við segjum, sko, ég skil ekki alveg hvernig það á að geta gerst að vera með varnarsamning við Bandaríkin sem þýðir að þeir geta hvenær sem gengið lagt undir sig hvaða gagnfræðaskóla eða hús eða staðsetning á Íslandi sem það er engin varnarsvæði lengur í þessu samningi, nýja samningunum sem við erum með núna og samtum til þess að reyna að halda þeim að hann bara segir að Íslandi er opið fyrir Bandaríkjum og þeir þurfa ekki að útskýra þar sem út á bandarískum hagsmunum þá þurfa þeir að koma hingað og þeir þurfa ekki að útskýra hvers vegna fyrir en eftir að þeir hafa gert það og þá eru þau bara að segja okkur frá því. Þeir eru ekki að útskýra það sérstaklega. Og þetta góðu samningur? Ég held að það séu bara landar á, sko, en við erum með hennar samning svona og... Við getum sagt honum upp. Ég er ekki þessum að það sé rétt. En það skiptir raunin ekki máli, Bandaríkin líti ekki svo á að samningar haldi. Þau vilja helst ekki skrifa undir þá og ekki staðfesta þá og jafnvel þó hafi verið samningar við ríki að þá bara segja þeir upp nákvæmlega alveg eins og allir þessir samningar sem fólk hefur verið að gera tolla við Bandaríkin. Bandaríkin er stórveldi og þeir eru ekki bundin að slíkum samningum og ef við ætlum síðan að fara að stilla okkur upp í fylkingu sem ætlar að ögra þeim á þessari stundu þegar Bandaríkin eru á fallandi fæti að maður stendur í brekku og hefur mist fótana og er farin á flegi ferði áttina Hildiby, þá er það bara ekki skynsamlega ákvarðan að vera að skipta sér að því. Við bara, taka það rólega, anda djúpt og reyna að finna
hvernig við getum nýtt það sem fyrir hendi. Að vera að Evrópusambandi á sínum tíma, sko, og reynum að hugsa þetta í samhengi, sko. Það er það sem ég reyna að sjá hlutin í samhengi, sko. Þetta er, Evrópusambandið og Bandaríkin eru mjög upptekin út af hérna Kína og hvernig það er að koma upp og heimsmyndin er að breytast, það er ekki bara Kínverjar, það eru hérna Japanir nefndu það nýlega að þeir vildu gjarnan, eða japanskar embættismæður að þeir ættu að hafa kjarnorkuvopn. Það er ekkert vegna þess að þeir myndu hugsanlega beita það ekki gegn Kínverjum. Það er bara vegna þess að í heimi, þess að Bandaríkjum ráða og þeir Japanir eru hérna þeim er notað bara sem kjöldurökkum til að gæta Bandaríkjana, að þá væri betra fyrir Japani kannski að hafa kjarnorkuvopn til að verja sig gegn Bandaríkjanum. En þetta fáði vonandi alls ekki því að Japanir eru hættulegir, ef þið farið stríð þá eru þau mjög góðir hermenn og hafa sýnt það og fóru í stríð, það var ekki gegn Kína, það var gegn Bandaríkjanum og gegn Evrópu sem þau fóru í stríð og þeir elska ekkit Bandaríkjum eða Evrópum fyrir að hafa þvingað á í niður duftið og orðið friðsamir. En sko það er ákveðna breytingar þar. Þeir eru að hasla sér vel. Asíuríkin eru hvert á fætur öðru að fylgja eða ganga í fótspor Kínverja sem hluti af alþjóðlegu framleiðslunetum sem eru komin fram úr Evrópu. Evrópa er búin að láta draga sig í stríð, innanlandsstríð í rússneska menningarheimi á milli Úkraínumanna og Rússa, hvorutökja þjóðir sem telja sig eiga rætur að rekja til Svíja, sænskar víkinga, sem stofnuðu borg við hérna sem voru kallað Kænugarður og fleiri síðan einhverja borgir í Rússlandi, að þessar borgir... Það rússar og úkraínumenn rekja upphaf sér til sama... Algjörlega, og það var tími þrælaviðskipt. Það eru víkingandi þínir. Það eru víkingandi. Sem eru með inngróna heimsvaldastefnu í heilanum. Já, og þeir, bæði ríkin, bæðaþjóðunir eru frekar grimmar, það eru undir sterkum áhrifum af Mongólun líka sem reyðast þarna yfir og hérna stjórnuðu 80-200 ár í öðru svæði Mið-Asíu. Og þessi einhvern veginn, það er tölvört öðruvísi menning en okkar menning. Báðar eru taldar á evrópskum skólum og samkvæmt nútíma evrópsku hugsanahætti þá eru þær hérna spilltustu þjóðir í Evrópu. Hernaðaraðstóðin sem við ausum yfir Úkraínumenn, ákveðin prósent af því sem ég ætla ekki að nefna og veit ekki hvað mikil, að hún fer beint í vasan á auðmönnum sem eru að stela því og endurselja vopnin. Þeir eru líka orðin bestu drónaframleiðendur í heimi. Enda framtíð Úkraínu, þeir hafa lýst í sjálfur, forseti Úkraínu hefur sagt að framtíðin er fólkin í því að verða hergagnaframleiðslu miðstöð fyrir Evrópu. Og er þetta lýsing yfir því að þeir vilja í frið? Mér finnst það kjartinn í evrópskum her, því að þarna þetta reynir herin sem hefur reynslu átökum. Já, og hvað berjast hvað? Ekki er það íslensk fiski, við ætlum að fara menn með gjörðingavopn eða fallbyssur að reyna að skjóta fiskin hér í hafinu. Ef við setjum, ef Bandaríkjamenn færu að setja upp varanlega aðstöðu hér með loftvarnabúnaði og slíkur til að verja Bandaríkin, sem enga líkur eru á að gera, slíkt myndi ekki verja Bandaríkin nægilega vel vegna þess að þetta talaðum að gera þau óvinnandi virki, þetta Golden Dome, óverja, Trumpin og hættur að tala það, hann talaði það tíma að gera svo Ísraelsmenn. Reynslan var ekki svo góð í Ísrael. Nei, það er ekki, þú getur komast í gegn og þú getur komast að því með drónum og þegar að kafbátanir sem þú ert að fást við, kjarnorkukáfið bæði rússnesk og líklega kínverski líka, þeir eru bara við landhelgin hjá þeim og þeir getur ekki varið, þeir eru í hálftíma fjallað frá skotstöðunum, þeir getur ekki varið í gegn því eða jafnveg skemur. Þannig að það er það sem þyrftu, það eru neðara kaplar sem eru í kringum Ísland. En varanlega aðstæða hérna væri bara segull fyrir árás. Það er eina sem menn fari ekki að ráðast á eldfjöldun okkar, menn er ekki að ráðast á Reykjavík, það er ekkert hér sem kallar á árás. Nema að við
verður hluta varnarbandalagi og það sé hluti af því. Þetta er gömul rök herstöðanstæðinga. Ég held að þessu bara þeir hafa alltaf stað ágætlega, þessi rök hafa ágætlega staði. Keflavík væri segull á árásir. Já, það væri, og síðan var Aron, var umlega svarið, vegna þess að það sé ekki spurning svo mikið hættuna við árás, heldur það að Bandaríkjamenn sé okkur vilhallir og sé tilbúin til að aðstoða okkar í efnahagslegum þróun og kaupa íslenska þorsk fyrir bandaríska fanga. Svo fengu Íslendingar og gráðum við byggingar á húsum og flutningum, olíu og alls konar dóti. Já, alveg rosalega skemmtilegt. Þannig Aronskan vann raunverulega. Hún vann, það var ekki, ég áttaði mikið á því að bandaríkjaman hafi að íslenskir stuðningsmenn, ég er ekki að móti því að við höfum verið í varnarbandalagi og ég tel það rétt að við höldum því bara. Við getum reynað egna Bandaríkin. En allt breytist í heiminum og eitt af því sem við breyst hraðast í heiminum er NATO. NATO í dag er allt annað heldur NATO fyrir 5 árum. Já, en það er nefnilega þar sem við, það kemur ekkert upp úr þessu kössu sem er alltaf fara að opna að hvernig það verður eftir 5-10 ár. Menn verður að hugsa myndina í miklu stærra samhengi. Evrópa var mesta innveldi eða iðnaðarsvæði veraldar. Það er það ekki lengur. Hvers vegna? Vegna stríð sem við höfum verið dregnir inn í. Og mér Íslendingar byrjuðu að niðurgreiða vopn frá Tékkóslóvakíu til að senda yfir til að raunverulega að greiða fyrir til þess að Tékkar getur framleitt meira vopnum og það kostaði minna á meðaltali hvert vopn og það eru þetta niðurgreiðsla á vopnum og getum kallað það hernaðaraðstoð og við vorum vinstir í menn sem voru að styðja það að Ísland væri að senda vopn þangað. Ég held að við sem ennþá á því að setja inn í einhverja svona púljur sem eru notaðar til þess að kaupa vopn. Já, það er að blanda sér beint inn í átök sem við ættum ekki að blanda okkur inn í. Við eigum bara alltaf undantekningalust að vera rödd sakleysingjana út á Norðurhafi, langt frá öllum og ekki etja erjur við neina. En þú vísar í söguna eins og að Bandaríkjamenn leyfðu Íslendingum og okkrásir vegna þess að hernaðlega var Ísland mikilvægt. Okkur tókst að sigra Breta í landhelgisstríðinu meðal annars út af stuðningi Bandaríkjana eða Bandaríkjamenn hefur slegið á puttan á þeim. Ég veit ekki hvort það sé alveg rétt sögurskýring en ég held að það hefði freka verið Við göngum inn í NATO og við þurfum ekki að leggja neitt til af því að við leggjum eiginlega bara til stöðu landsins sem er kannski núna að falla. Nú eru stjórnvöld að samþykkja það að við leggjum 1,5% af þjóðarframleiðslunni í einhverja hernaðlega innviða uppbyggingu sem að NATO á að blessa. Já, það lærðum við vist á Spánverjum. En ef við ferum svona gegnum söguna þá hafa Íslendingar verið eiginlega með þetta Trump sem er staða. Af hverju mætti ekki nota þetta Trump til þess að ná góðum samningum við Evrópusambandið? Evrópusambandið sem talar linnulegustu varnarmál í dag. Já, en það er hættulegt. Hversu ættum að nota þetta Trump? Það er að segja að við erum svo mikilvæg varnarmálum og við ætlum að vera ennþá mikilvægri, þá erum við að gera okkur skotmarki. Þannig að það er betra að vera hlutlausir og ekki gera okkur segli. Evrópa er og það sem menn er að telja sig vera að líta ofan í kassana kassarnir sem við líta ofan í er ekki lögulega hvort að við getum haldið hvort að það séu einhverja afla heimildi fyrir Evrópusambandið eða hvernig það er í okkar lögsögu. Það er íslensk sjávarútvegsfyrirtæki eru mjög stöðuleg og Evrópusambandi fyrir ekki að vera talsmaður ofveiða á Íslandsmiðum. Ísland er fæðu förðabúr Evrópu og eitt fisksælasta sjávarsvæði veraldar og það var ekki Evrópusambandi fyrir ekki eyðileggja það eins og var gert í Norðursjó þegar þeir gerðu samningar með Breta á sínum tíma. En það er og íslensk sjávarútvegsfyrirtæki eru mjög stöðug ég held að standist geta alveg lifað af hvort við gangum í Evrópusambandi eða ekki vegna þess að þau eru stór. En það er því ekki haldið fram í umræðinu frekar það að ef við gangum inn í Evrópusambandi við fáum að halda fiskveiði heimildunum og úthlautuðum með sama hætti þannig að það fara bara til ykkur 4-5 stóra fyrirtækja að þá gæti einhver baski bara keypt brím
og breytt stefnubrým að við veiðum bara fiskinn á Íslandsmiðum og svo siglum við honum til San Sebastián. Já, það bara finnst mér ekki mjög líklega, sko. En það skiptir ekki stærsta málið. Höfuðmálið að þetta hafsvæði sem við erum búin að helga okkur með því að eiga fiskistofnana þar og eiga til að kallst til þeirra og líka til sjávarbotsins eins langt og hann tegir sig. Rauninni Íslendingar, norðmenn og svo grænlendingar að við lokum öllu hafsvæðinu. Þetta hafsvæði eitthvað sem Evrópusambandið væri hefur áhuga að taka og líklega núverandi Úrsúla Vandarlægin með sem leitið við Evrópusambandsins, hún svona dálítið hún hugsar öryggismál því að hún fyrir varnarmálaráðherra. Já, hún vill, það eins og hún alveg svolítið sterkileiðtor lifa á stríðum og það eins og hún vilji ekki gjarnan íva upp ófriðaröldur á norðurslóðum. Ég bara algjörlega á móti því og mér finnst það að vera stór hættulegt fyrir Íslendingar að taka þátt í slíku. Við eigum að vera röddfríðarins. Þetta svæði mun opnast. Það ekki að gerast núna. Það langtíma ákvörðun. Það að segja að það er núna í ár í fyrsta skipti sem kínversk skip er að sigla núna í hverju viku. Þá fara þau kaupskip að fara frá Kína eftir norður siglingaleiðinni og til Bretlands, til Englands og þar komaður í gámaskip og að flytja gáma. Þannig að Norður-Íshafið opnast en bara tímabundið á sömrin. Það er ódýrar og þeir eru auðvitað að leysa, ég veit ekki lítið í smáatriðin en það er nokkuð augljóst að þeir eru að flytja varning til Bretlands og nýta sér þá flækjustig sem gerir flutninga í gegnum Evrópusambandi til Bretlands með stærri skipum að nýta sér þau tækifæri sem bjóðast með því. En í framtíðinni þá verða það ekki svona minni flutningarskip sem fara í gegnum ísinn og fara allt árið í gegn. Ég voru með nefnd sem fjallaði þessa framtíðar þróun í utanríkisráðuneytinu og með þáttöku frá samgönguráðuneytinu og íslensku skipafélögunum og mörgum fleirum sérfræðingum og tímaraminn er svona cirka 35 eitthvað svo leiðis, þetta er 10 ár gæti gert eða fyrir miðjuhöld það er það sem við erum að líta á en þetta eru friðsamlegir flutningar þetta eru ekki og það meina umskipunarhöfn í Finnafirði já, til dæmis í Finnafirði byggt fyrir kínverst fé. Nei, það er ekki, því að kynverið er að byggja það bara Þeir eru að byggja hafnir í Vestur Afríku og Suður Ameríku já, þeir eru að byggja hafnir en það er ekki endilega fyrir sitt eigi fé þetta eru fé sem kemur á alþjóðamörkum og ef þið fara hingað til Íslands þá finnst mér mjög ólíklegt að þeir reyna þetta einu sinni í huga að íva íslenska þjóðarsól svo upp að þeir byggja sjálfur það er ábyggilega íslenska en við séum frá því, þetta er ekki að gerast núna í þessum kossum og þeir leiðtogar í Evrópu sambandinu sem myndu vilja taka varnarhagsmunu eða taka breytingar norðurslóðum sem afsökum fyrir því að draga Íslendingin er að hugsa núverandi ástand það ástand að það sé hugsanlega að verða einhver átök á milli Bandaríkjanna og þá hugsanlega með Rússlandi gegn Evrópu, eigum við að láta draga okkur inn í slíka deilu. Deilan er hvort sem er. Já, deilan þú getur ekki bara veið og hvítu fána og þá vilja allir ná einhver aðstöðu hér og þú ætti bara að segja hvað ætlar að segja? Þú getur ekki sagt nei. Við erum opnir og við erum með fínan samning við Evrópusambandi þegar gildi Íslands fyrir Evrópusambandi eru við Íslands og Noregs að við erum aðtakista Evrópusambandins í fiski og við verðum bara áfram og það er bara ágætt en ef hvort sem það og það verður bara áfram gáðast núvarandi samningi en hinir þættirnir þetta með öryggismálin og vopna skakið og herþotur og nærsvæðum Íslands það er bara hættulegt.
En það er að gerast í Evrópu og öryggismál eru þannig að þau lenda á háskólanum tímu, þá lenda þau bara nummer 1 og þjóðir taka ákvarðanir út frá öryggishagsmunum þó svo það vinni kannski gegn þjóðhagslegum hagsmunum. Inn í Evrópu eru sterkar raddir það að Evrópa þurfa að endurskoða sín öryggismál og geta varið sig sjálf. Það sé ekki að vera undir vend Bandaríkjanna lengur. Og þá horfa menn til meðal annars norðurslóða. Það væri nú gott að hafa bæði Noreg og Ísland inni. Noregur á mikið af olíu og Ísland á mjög mikilvægu hafsvæði. Til þess að ýta undir það að þau gangi hérna inn, þá förum við að ræða það að EES-samningurinn, hann var alltaf hugsað sem tímabundin svona fordýri að Evrópusambandinu. Hann var ekki hugsað þannig að hann væri eitthvað til eilíðar nóns. Þá segjum við bara við Noreg og Ísland að, ég meina, ekki bara segja þessi 7 ára eftir þessu samningi og þeir geta bara ákveðið hvort þetta komin í Evrópusambandið eða ekki. Serðu ekki fyrir þeir eitthvað svona söguþráð geti komið? Ég get alveg söguþráður ágætisorð vegna þess að það lítur, þetta lýsir sem línulegri hugsun að telja það að nú verður þetta ásamt, haldi bara áfram og þróist. Það nú svolítið eins og að halda þið fram að þetta minnir mig á heimstyrjaldinu, fyrstu og síðari og Napóleónstríðin, að þegar á hverjum tíma þá voru menn að verja sína hagsmuni. Hvað féllu eiginlega margir í bara Evrópu í fyrir heimstyrjaldinu? Við erum að tala að sama fólki er að hugsa svona og stóð í þessu stríðöldum Það er ekki eins og sé einhverjir friðarsinnar í Evrópu. Þetta er fólk sem hefur meira og minna verið í stríði í fleiri ætliði eða tugi ætliði. Við skulum halda okkur eins fjarrið þeim eins og við getum og nota efnahagslega taka bara ákvarðanir og grundvöldu okkar eigin efnahagslega hagsmuna. Við erum opnið fyrir öllu og þegar við höfum til dæmis hvað gerist við förum bara aðtóa Fyrstulega þá eru, held ég, þessi leiðtogar Evrópusambandsins sem eru að tala þeir eru ekki hugsa fiskimiði sjálfs. Það getur vel verið sér rétt hjá Þorgerði Katrínu og það yrði hægt að semja það. Þeir segja bara góði hirðina fisk og við mengar á hann. Það geta alveg verið. En það er hættulegast. Það yrði málið. Verðmætasta framlag Íslands til Evrópu felst í matnum, felst í fiskinu sem eru erum að framreiða þeirra borð og fyrir íslenska hagsmuni þá hefum við frekar að líta til legulandsins mitt á milli Bandaríkjanna og Evrópu. Það ekki, markmið okkar er ekki að verða að lenda í togstreitu. Við bara leggjum stundu feld alveg nákvæmlega eins og hvað er það Þorgils ljósvetningagóði og segja sem bara við skulum bara blóta til beggja vera vinir allra og hafa sem besta samninga við alla og rauninni finnst mér menn að vilja vera stjórnmálamenn að þeir ættu bara ganga alla leiðina og lýsa bara Íslandi lýsa yfir við verum fríverslunarssvæði. Við höfum verið að taka fríverslunarsamninga við hinn og þessi ríki og við höfum nýta þá betur og til dæmis að þá hefur Evrópusambands draumar okkar að þeir hafa orðið til þess að við hefum ekki uppgraderað eða endurskoðað fríverslunarsamningu okkar við kynverja sem við gætum örugglega bætt í okkar þágu. Núna Kína er ekki eins varkár til að verja sína hagsmuni, þeir eru orðnir sterkari og við getum þá fengið ennþá betri kjör En langstærsti hluti viðskipti okkar eru við Evrópu. Nákvæmlega. Og þeirra er að gliðna alþjóða viðskiptakerfið. Það er að verða til svona grúppur sem að loka sig í tollum, það er Bandaríkin og Evrópusambandið líka og við höfum dæmi af því að járnblendið, þá þótt að við verum í EES, þá duttum við vitlausum megin við tollamúrin. Þeir reyndar bjuggu til undan þá sem að gerðu það eiginlega skaðalaust fyrir Íslendinga. Eða þetta fyrirtæki sem var reyndar þá í kiffiskreigu. En er ekki hættan á því að þú stendur fyrir utan bandalög og svo verður þetta... Við stöndum ekkert út fyrir utan bandalög. Við erum í bandalagi við
Evrópusambandið En það kom í ljós með járnblöndið að þeir skilgreina svona þrengri landamærin sem sína aðalandamæri og því meiri átök sem verða á milli viðskiptablokkana og menn nota tolla og svona, þá hætt við að Ísland lokist af og sé bara með háa tolla bæði til Bandaríkjanna og Evrópu. Já, ég les heimsástandið alveg þveröfugt. Ég held að það sem við erum að horfa á í dag eru raunverulega fjörbrot núvarandi kerfis og þau endur spegla það að örvæntingafylla tilraunir valda stjætta og valdhafa í Evrópu sem einhver ástæðu eru hræddir við nágrannar sína og það er náttúrulega allir nágrannar á jörðin í dag og vilja byggja meiri vopn og það er ástæða fyrir því að mannkynið hefur barist þúsundir ára eða 2000 ára eða jafnvel 500.000 ár en svo ástæða var fyrst og fremst að tryggja lífsbjörg tryggja mannkynið grunneiningu mannkynsins eru fjölskyldur og síðan útvíkkaða fjölskyldur sem verða þá einhverjir litlir þjóðflokkar sem lifa á því landi sem þeir eru og ef landið eða þegar lífskjör versna að þá herja þau á nágranna. Þetta ástand því er lokið. Við erum að ná topp í mannfjölda, þetta tala það? Nei, það er ekki út af því. Það er vegna þess að 1980 svo þá framleitti mannkynið í fyrsta skipti nægilega mikið matvæli handa öllum heiminum. Og við framleiðum nóga mat. En nú eru ríki að sækjast í svo, þú veist að hálfuleiti er ásókn Trump í Grænland byggð á öryggismálum og varnarmálum. Já, það er bara... En að hálfuleiti er þetta, hann hefur grunum að þarna séu fágætir málmar, þannig að Bandaríkjamenn getur orðið sjálfstætt í öflum þeirra og þau séu ekki háðir kynverum eins og kynverunni stungu bara upp í þá í tollastríðinu með því að takmarka aðgengi þeirra að verðmætum málmum. Þetta er ekki þær ástæður sem voru raunverulegar. Þetta eru þær ástæður sem hann nefndi. Trump hugsa bara sína eigin hagsmuni og meðan hann er ennþá við völd og þetta er sko að halda þið fram að þessi að við þurfum í Grænland út af góðmálmum sem verði ekki eftir að byrja að vinna fyrir eftir 30, 40, 50 ár og verða það framleitir með bara robotum og sjálfvirkum vélum. Það sýnir bara að maður veit ekkert, sko, þeir eru ekki einu sinni að hugsa þetta er átilla og ég held að það er meðfælla sé bara sama og þegar hann var að tala það vildi Kanada sem auka stjórnu og var að hugsa og er að tala Hormuzsund sem bandarísk landsvæði svo reis, hann vil vera síðasti forseti Bandaríkjanna sem beitti við sem jók landsvæði Bandaríkjanna. Það er sko einfalt, það er ekkert flóknara en náttúrulega stór hættulegt og sko en ef við ætlum að tala það hversana Bandaríkin eru svona eins og þau eru í dag, ekki vegna Trump er afrakstu Bandaríkjanna og það er svo aftur allt önnur umræða að veltaði fyrir hvað er það í Bandaríkjunum sem skapar leiðtoga sem er með þessi einkenni sem hann er með sem hefur ekki að þersta er ókurteis kann ekki að vinna með öðrum og hefur ekki samúð með öðrum og hvaða dygðir hefur hann og hvaða samfélag er það sem skapar svona. Það er ekki svo einfalt, en það er alltaf umræða sem við getum, eða þú ættir eiginlega að finna ykkur aðra talræða við. En heimurinn í dag er að fara inn í tímabil þar sem hann þarf, berjast landsvæði er galið í heimi þar sem allir giftast öllum og þar sem landamæri er að opnast. Framtíðin, náinn framtíð, þar sem margir okkar hlustöndum, mun ábyggla lifinni þegar framtíð er ekki vissum við sjálfan ég 70 en þeir munu lifa það af að landamærin munu falla. Ekki sko landamærin, ytri landamærin Evrópusambandis, vandamálið á Evrópusambandis sem ég sé er að það bara eins og allar þjóðir hafa verið í sandkassa og leikir sér í sandkassa og það eru stjórnmálumennir að rífast hverju við aðra að það er bara búið til stærri sandkassa en þau eru samt að verja sig öll skólalóðin er undir sko. Þannig að það er vandamálið þar
Þegar, En ertu að segja að það sé gott fyrir Ísland að ganga inn í Evrópusambandið? Sé hérna raunverulega tilheyri heimsmynd sem eiginlega að falla? Já. Og Evrópa svolítið bundin þeirri heimsmynd og þar alveg ekki góður hópur að krækja sig við. Já, bara, það eiginlega ekki einu sinni það, vegna þess að það engin góður hópa til að krækja sig við. Og ég alls ekki að halda þið fram að til dæmis einhvern ditti að væna með það ég menn eftir að halla sér að kemur Það alls ekki svoleiðis. Við eigum bara að vera við og við á nýta þau tækifæri sem okkur gefast út á okkar forsendum. Og nú vilja allir gera viðskiptasamning við Kína og við erum númer 217 í röðinni. Við erum með viðskiptasamning. Já, en það með smæðina. Já, smæðir við fengum til dæmis í bóluefni ef það var eftir svona vert, fengum að fljóta með Evrópusambandinu í því að annars hefði við verið númer 217 í röðinni. Já, þannig að það bara dýrt að vera lítill. Já, en þessi atriði, sérstaklega bóluefni og nefnir, þetta alltaf að vera fortíð, bara núna, vegna þess að með AI, með ég vil kalla þetta frekar tölvugreind og vélmennum og sjálfvirkri framleiðslu og svo framvegis og rétt handa með hodnið þá erum við með algjöru gjörbyltingu á öllum forritunum og upplýsingavinnslu og slíku með skammtafræðin, skammtitölvum og skammtatölvum og skammtasamgöngum eða tengingum en alveg vegna kvantatölvuna. Slíkar tölvur þær gefa svör ekki sem A þarlegandi B. Þær gefa A þarlegandi og langur listi á möguleikum og að því gefna þetta verði og síðan hvaða möguleikar felast í því. Við erum raunverulega þó að við séum ekki með slíkar tölvur við erum í slíkri stöðu, við getum metið okkar kosti og ég persónulega það hluta til vegna starfsmins að þessari norðurslóðaskýrslu tækifæri Ísland á norðurslóðum sem tíma, þá lít ég svo á að lega Íslands, hún hafið þau tækifæri sem við eigum að nýta okkur. Sem að veldur því að þótt að við séum fá og lítil og engin ættir raunverulega nenn að tala við okkur, að þá eigum við eitt tromp sem að veldur því að við erum ekki um 217 röðin heldur kannski 15. Já, einmitt. Það lýsaði þannig, en þetta með bóluefni, það dettur upp fyrir vegna að þetta verður sett bóluefni og líf og allt saman. Ég var að taka það sem bara svona dæmi að það kom upp aðstöður í heiminum þar sem að það betra að vera tilheyra stóri heild. Mjög sjálfgeft. En í þessu tilfelli þá nefndu framleiðendur bóluefnisins ekki að fara að ræða við þennan sem er númer 217 röði. Vegna þess að ástandi var þá eins og það en núna eru verið slík bóluefni framleitt bara ákepis. Það getur komið upp einhver annars konar staða einhvert annað fyrirbreiði. Ég bara líti á veruleika Íslands og Íslands það verður ekki tekið á okkur að víkingarnir ákváðu afskekta það stað sem þeir fundu sem var, svo funduður áfram annar stað sem var þá afskektar á Grænlandi og Nýfundalandi og jafnvel einhvers þar á Norður-Ameríku og hurfuðu þar en þetta var utan alfaraleðar. Nú Ísland að fara inn á alfaraleð. Ég veit ekki hvort að menn hafi tekið eftir því að ferðir Keflavíkurflugvöll þetta eru komin aftur upp í það sem var fyrir COVID og stefna og hraðin ég veit ekki, þegar þú komin upp í 7-8-9 milljónir þá er aukningin yfirleitt verið að skoða á öðrum flugvöllum í öðrum löndum og þá maður búast við því að skiptiflugvöll svo Keflavík að þá geti það verið 20% ári, 15-20% á ári. Með vextinum upp í tiltegna stærða þá verður meiri hröðun á vextinum eftir það. Algjörlega. Og ákvörðun kínverska flugfélagsins að ríkisflugfélagsins Air China sem er eitt af 4 stærstu ríkisflugfélagum þeirra og eitt af þetta er náttúrulega bæta við stubb frá Kaupmannahöfn til bæta að halda áfram að fljúga. Svo ef við erum svo ákvörðun er að nýta Ísland sem aðgengi fyrir ferðamenn kínverska ferðamenn að norðurslóðum
sem þetta fara til það mörkur, þar að leiðandi geta fengið áritun, Schengen árundun sem gildir inn á Grænland líka, koma til Íslands og taka Íslands flug áfram til Grænland, eru það 1 eða 2 daga og síðan fara þeir áfram. Ég á frekar von á því að Kína sé að ef þetta gangi mjög vel að þá verði bætt við flugi frá til dæmis Stokkólmi sem þeir fljúga líka til, að þá getur við flogið til Stokkólms til skiptis og þá býrðu til þríhyrning þar sem getur bæði farið til Íslands og þeir sært ekki á Norðurland og þetta getur líka gerst til Óslóar en þeir eru ekki að fljúga þangað held í núna. En þetta möguleikið þar, en svo líka að ástæðan fyrir því að íslenskt ferskt sjávarfang hefur ekki verið flutt til Kína inn miklu magni að það mjög flókið og það ekki bara langt þar að flókið að fljúga fyrst með það til Evrópu og því að þar að setja gámana yfir í aðra flugvélar og þá ertu búin komið að samkera 2 flugáætlanir 2 flutningsflugvéla og ef það eitthvað raskast í öðru fluginu þá farmanur ónýtur og þannig að þetta eiginlega ekki hægt að gera þetta svona og einnig erfitt að flytja gáma. Þannig þú heldur að verði vöruflutningar á þessum stubb sem bætt við? Ég veit að það stórt. Og hvað eftir við að flytja út? Það ferskur fiskur, lax og silungur og fæst gott verð fyrir það í Kína? Já, mjög svo, það bara sem heimsmarkaðsverð og herra og það setur stóru markaðin á Kanton, Hong Kong, Shanghai og svo framir og ef þú kemur inn á Kína þú varst inn á Peking þá ferði alveg snurðulust inn á aðra staði þannig að þetta eitt, annað líka að þetta var ekki hægt að segja bæta svona stubbi við það skiptir þú ert í sömu vélinni og þú stoppar 2-3 tíma í Kaupmannahöfn en þú gætir ekki kínverskt getur ekki flogið til Kaupmannahafnar og áfram til Parísar eða Rómar þannig að það innanlandsflug í Evrópu og ef við værum orðnir aðilar á Evrópusambandinu þá þessi möguleiki ekki fyrir hendi þá ef eitthvað flugfélag frá Asíu, Kína, Indlandi, Víetnam, Tælandi Indonésiu ef þeir ætla að fljúga til Íslands, þá var það að fara beint. Þeir geta ekki tekið áframflug frá Evrópusambandinu eins og þeir geta núna. Og það sem meira ég sé þetta sem framtíðar möguleika og það sem meira að ef þeir fljúga, byrja að þróa þessa samgöngur til Íslands beint og þá geta þeir flogið frá Íslandi og síðan einhver aðra leið tilbaka. Þeir geta líka farið áfram inn á Suður-Atlantshafið og alla leið til Suður-Ameríku yfir á Karabíska hafið og þá það Ísland sem það vegna legu sinnar og ég held að menn ætti að horfa þegar ég var horfa á hnött þegar ég var barn elstu minningunum eða það má segja því minningum þar sem ég var yngstur að það var lítill hnöttur þar sem ég sá Ísland á toppinum á jarðarkringlunni og þá fann maður að skoða hvað þá hinum megin og hvernig línuna geta leið og það bara einfallega stysta og rökréttasta leiðin frá Asíu, Austur-Asíu og Suður-Asíu til Suður-Ameríku liggur Ísland. Nú er flugið í gegnum Madrid sem svona hluta til af sögulegum ástæðum, en þar eru flugvellir líka fullir og fyrir íslenski möguleikin fullkomlega fyrir hendi. Jafnframt það að aðdráttaraflið eða galdurinn með Ísland, hvers vegna vilja Asíubúar og það ekki bara kínverjar, heldur Asíubúar almennt. Þeir hafa mikla löngu til þess að koma til Íslands. Það ævintýraland. Við erum bara allt öðruvísi. Okkar landslag og Norðurljós og alls konar skemmtilegt. Já, og síðan geta menn farið áfram. Herðu, Ragnar, mér heyrist að þú ætlir að segja nei og... Ég var svo sem, fyrsta lagi þá þegar ég var í utanríkisráðuneytinu, þá vildi ég bara, þá hefði ég líklega greip bara atkvæði með að ganga inn í Evrópusambandi eins og mér varst verið rökrétt þá á þeim tíma. Ég hefði verið það sem fór í töðunar á mér að mér skildi ekki gera ráð fyrir, það var ekki neitt plan
Sko, við göngum Evrópusambandi ekki planum hvað það ætlar að gera. Það er það bara alls ekki, sko. Menn verða að útskýra hvað þeir ætla að gera. Ég held að Ísland muni komast ágætlega af fyrir framtíðina til næstu 100-200 ára. Hvort heldur að gengur Evrópusambandið eða ertu utan þess. Ég held að það sé betri kostu með að við þróun og tilheyga nútímans. Það er að ganga ekki Evrópusambandið núna og ég og mér finnst það frekar klent að vera að segja að það verða allir að fá að greiða atkvæðu þetta. Við greiddum ekki atkvæðu að gangi í ESB í Íslensk Evrópska efnahagsvæðið á sínum tíma og það reyndist okkar ágætt í sjálfu sér. Þannig að þetta er svona, en ég er ekki á móti því sko að fólk var að kíkja í kassana og svo, en þegar þeir sittum með kassana sem fyrir svolítið í höfðan á mér að mér haldið það að þeir sé ykkur nær það hvernig Evrópusambandið verður eftir einhver tíma þegar á sínum tíma þegar seinni heimsstyrjöldin og fyrri heimsstyrjöldin og seinni heimsstyrjöldin það var enginn sem sjá fyrir sko bara 2-3 árum fyrir þessar styrjaldir þá var almenningur hafði ekki hugmynd hvað þetta geti brostið á en almáttu hvað gerðist það voru milljónir sem fórust í ræðilegt alveg milljónir í Sovjetríkjunum, það voru 20 milljónum en sko í Evrópu breskir hermenn, enskir hermenn þeir fjalli milljónum og fyrir bragðið þá voru breytingar á almannatryggingakerfi Englands, það hefði gífurlega áhrif þetta var ekki fyrirsjáanlegt og svo halda menn að þeir sjáu hvað kom úr kössunum þegar þeir gangi til stjórnmálamennir sem eru að matara þetta fyrir okkur þeir verða ekki við líðri þegar siglingar hefjast yfir Norður-Íshafið og þeir hvarlar ekki að þeim velta fyrir sér eða ég vil leggja til að það fari að verða einhvern skiptiflugvöllur fyrir Norður-Atlantshafið á Íslandi það er bara fáránlegt og svo er það að þetta sé friðsamlegt Evrópusambandið, ég var mjög bjartsýn á Evrópusambandið og sem betur fer þá hafa Evrópusambandsríkin ekki barist inn í milli en það er ekki eins og styrjaldir í Evrópu hafi staðnað við stofnun Evrópusambands er ekki frekar en á tíma þjóðabandalagsins á milli þegar í millistýrsárunum þá heldur menn að það verða aldrei fram að styrjaldir. Hvers vegna? Jú vegna þess að þjóðvörum hafi verið refsað svo rækilega þeim myndi aldrei rísa aftur upp og síðan svipuð ástand er raunverulega núna á vissuleyti. Það er Sovétmönnum var refsað svo rækilega fyrir það að hafa kúað Austur-Evrópu á sínum tíma og fyrir það að hafa komið á kommunisma og einokona skipulagi að þeim var hjálpað við að endurskipuleggja sín eigin efnahag þannig að áhættu fjárfestar frá Vesturlöndum tóku bróðupartinn af hagnaðinum þaðan og eðlilega eru menn eins og Pútín reiðir. Pútín er ekki góður maður og hann er langrækinn. Tilraunir Evrópusambandsins til að gera Rússland háð Evrópusambandinu með norðurlægu vittinni, Northern Dimension, voru góðra gjaldaverðar en Rússar voru nú ekkert mjög hrifnir og spiluðu ekki vel með, þannig að þetta var ekki veruleika því miður. En þegar við fórum að beita þeim refsiaðgerðum út af styrjaldaraðgerðum í Úkraínu, þar sem allt í einu aðildaríkið Úkraína var ekki einu sinni íhugað sem aðildaríki vegna spillingar og stjórnunarna, það var allt í einu, það notaði tækifærið til þess að fá stöðning í stríðinu gegn Rússum þegar Rússar réðust inn í Evrópusambandið og það er allir að gera eitthvað mikið úr því hverri réðust og hver sparkaði í hvern en á skólalóðin ef einhver sparkar í einhvern að þá auðvitað er einhver sem þá fara viðkomandi við því að með því að ráðast það með kló og kröftum sko með öllum kröftum það er nokkuð, og Íslendingar hafa nokkuð etja til ófríðar við kunnum það ágætlega Evrópubúa kunna það ágætlega og málið, það er ekki þetta er styrjöld sem kemur okkur rauninni ekkert við innri styrjöld í Evrópu og markmiðanar virðist vera að koma í veg fyrir að Evrópa geti nýtt sér orku og auðlindir frá Rússlandi. Þetta er afleiðingin og svo segja menn að Rússar hafi vilja
Getur það nú verið, ekki voru þeir sem sprengtu upp þessar gasleiðslur. Þannig að spurningin sko hver byrjaði eiginlega skiptir ekki máli. Herru, við setjum komið hérna, Ragnar. Takk fyrir að koma hingað. Núna ekki að ræða Kína eins og við gerum vanalega. Við heldur með Evrópusvöldið. Kæra þakkir. Þakkar. Og við ætlum að halda áfram hérna við Rauða borðið. Við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf sem tekur sífellu breytingum eins og Ragnar var að benda á. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Í vor þá byrja ég á því að fá hingað inn í Rauða borðið vísindafólk sem að rannsaka eitthvað áhugavert og leikurinn eiginlega sá að ég að reyna að fá fólki til þess að útskýra sína rannsóknir og sitt fræðasvið þannig að ég skilji það og ég veit anskotan ekki neitt það sem að fólki að fást við og það á sannarlega við Guðfinnu Aðalgeirsdóttur sem prófessor í jarðvísindadeild við Háskólann Íslandi og þú ert að rannsaka jökla. Já. Og þá spyr ég náttúrulega bara af hverju ertu að því? Já, það góð spurning. Ég byrjaði að rannsaka jökla því að mér langaði svo til að ferðast á þeim og ég sá fyrir mér að þetta geti verið mjög skemmtilegt jobb að vera á jöklum og ég var skáti á Akureyri og fór í fyrst skipti á Vatnajökul þegar ég verið svona 18 ára og það fannst mér mjög skemmtilegt og svo fór ég í háskólan í Reykjavík, flutti frá Akureyri og fekk sumar starf hjá Helga Björnsinni sem leiddi mig aftur upp á Vatnajökul og við fórum upp í Grímsfjöll með Jöklarannsóknarfélag Íslands og þá fekk ég jöklabakteríuna sem mjög margir fá og Jöklarannsóknarfélag Íslands, Jöklarannsóknarfélagi sér til þess að það linar sársaukan með því að komast upp á jöklana reglulega og við gerum rannsóknir og það sem kannski var, ég byrjaði að rannsaka svona í byrjun 9. áratugsins, fyrir ekki 10. 94-5 og þá var þetta svona meira að skoða hvernig jöklarnir flæða og hvernig þeir bregðast við breytingum í úrkomu og hitastigi og ég fór svo í framhaldsnám til Alaska og þar var leiðbeinandi minn flugmaður, Keith Eckelmeyer og við flugum yfir fullt af jöklum bæði í Alaska og í Washington State og þá vorum við að bera saman við kort frá 1957, það var alþjóðlegt jarðeðlisfræði ár 1957 og þá voru gerðir kort af fullt af svæðum í Alaska og þá gerðum við svo afturmælingar og bárum saman og þá svona hálfkæringi þá reiknum við út rúmmálsbreytingar og sögðum það myndi hækka sjávarstöðuna svona marga mikið brotur millimetra og hlófum svo. En síðan þá, þess að 3 áratugir sem eru liðnir, þá þetta bara orðið ein af stóru afleiðingum loftslagsbreytinga að jöklarnir bráðna og þá yfirborð sjávar hækkar. Einmitt. Herðu, að því þú nefnir þetta að þú hefur eiginlega verið svo hrifinn af jöklum og ég þekki nú einhverja jarðfræðinga og þeir eru alltaf að það er svo þeir njóti sér best út í feltinu eða hvað þið kallið það. Já, vera úti. Já, þetta er svolítið sérstakt. Það er ekki, fólk situr ekki, þetta er ekki eins og félagsfræðingarnir sem bara eru alltaf inni. Þannig það er eiginlega uppáhaldstími þinn að vera í helst í einhverju tjaldi. Það er nógu vont veður úti, það er sem valla hundu út sigandi upp á einhverju jökli. Það eru bestu dagarnir í vinnunni. Já. Og ég ger það líka með til skemmtunar, þannig að... Á hverju er það? Hvað er ólíkt? Ég myndi aldrei detta í dug. Hvað er ólíkt með þér og mér? Já, það er góð spurning. Það er eitthvað svona við að geta gert það. Ég geta. Og ég er með bæði útbúnaðinn og þekkinguna og reynsluna til að vera úti. Jafnvel þó að sé ómögulegt. Og það er svolítið skemmtilegt. Og þá ertu að tala bara svona persónulega getu að kunna bjarga sér við erfiðar aðstæður. Já.
að kunna að fara á klósitið þótt að sé ekki hægt að fara út í tjaldinu. Já, og það getur verið svolítið erfitt. Já, og elda eða borða eitthvað. Já. Og vera með réttan útbúnaðinn og kunna á hann, kunna kveikja á prímusnum. Stundum það verður ekki minna og minna, er ekki hægt að bara fljúga yfir og mæla þetta allt saman eða skilja eftir mæla sem að sífellt senda. Við erum svolítið fylgst með þetta náttúrulega með jarðhræringurum á Reykjanesi. Það sem að menn stinga bara niður ykkur mælum og einhvern veginn geta hlustað djúpt ofan í jörðina. Hvað er að gera þar? Já. Og við gerum það sama með jöklana. Við skiljum eftir GPS-tæki, bara svona dálítið nákvæmar heldur en í símanum. En tækið skilið eftir bara ofan á jöklinum svona við setjum borum niður stikum og mælum stöðugt. Það er náttúrulega ekki langt síðan og þannig að 96 þegar ég var í Alaska þá var í rauninni svona upphaf þessar mikil nákvæmu mælinga bæði á yfirborði jökla og jarðskorpu af því að bandaríski herinn var búin að setja upp öll þessi gervitungl, GPS-tunglin og það var nú þarf þú að hjálpa mér, það var eitthvað Íraksstríð eða það var eitthvað að þeir áttu ekki nógu mikið að tækjum sem þeir sjálfur gætu afrugla merkið. Þannig allt í einu voru tækin sem að vísindamenninu voru að nota að fá alveg rosalega nákvæm, þess að gáttu fengið niðurstöður af því að bandaríkjumenn þurftu að hætta að rugla merkið sem að þeir bjuggu til sjálfur. Og þeir gáttu afrugla það sjálfur en ekki hinir. En á þessu tímabili þá kom í ljós að þessar landmælingar með GPS-tækjum gáfu alveg meiri háttar áhugaverðar niðurstöður. Bæði fyrir jarðskorpuhreyfingar og sem voru meiri heldur en fólk bjóst við það. Já, nákvæmari og þá var verið að þá sást að það kannski var ekki allt í beinni línu kannski og við sjáum að mælingar á íslenskum jöklum voru gerðar með það sem heitir ísjá og þá Helgi Björnsson ásamt mörgum öðrum sem að þróuðu þess aðferð til að mæla þyktin á jöklunum og þá sér maður, það er svolítið gaman að sjá á kortum af mælingunum að fyrstu mælingarnar, þar eru svona beinar línur af því það var leiðin sem þeir ætluðu að keyra og svo voru þeir að nota lóran, séð sem að voru svona eins og staðsetningatæki sem að skipin notu til að fara þá leið sem að þeir voru búin að plana. Eyjabakkajökull og vesturhluti Vatnajökuls voru fyrstu svæðin sem voru mælt með þessari ísjá og síðan eftir 95-6 að þá sást hvaða leið var keyrð því þá var GPS-tæki sem að mælti staðsetninguna. Og við höfum á Íslandi alveg gríðarlega góð gögn af þykkt jöklana sem að þá segir okkur rúmmál þeirra og svo með því að mæla það í endurtekið að þá vitum við botnin með því að hafa mælt þyktina frá yfirborðinu. Þetta er eins og bara þú ert að mæla þyktina á hafinu. Það var dýptarmælir. Dýptarmælir, já. Þannig að það var ísdýptarmælir í sjáin og þau gögn urðu til þess að ég gæti farið og reiknað út framtíð til dæmis Vatnajökuls og það tókst ekki sérstaklega vel með Vatnajökul en hann haga sér á undarlegan hátt sem við getum talað um senna líka en Hofsjökull og Langjökull þá gætu við reiknað út og það var þannig að ég fór svo til Sviss og gerði doktorspróf í Sviss og þá vann ég með íslensku náunga sem heitir Guðmundur Hilmar og hann var svona reiknilíkanamaður og við settum upp þetta líkan fyrir Vatnajökul og svo Hofsjökull og þá var akkurat einmitt, það var svona í upphafi þessar loftslagsbreytinga hugsana og þá var einmitt ef það myndi hlýna og þá settum við 1,5 gráðu og ef það myndi hlýna 3 gráður, hvað myndi koma fyrir jöklana. Og þetta voru ekkert mjög nákvæm líkön sem við vorum að nota og hvorki loftslagslíkunin ég ísflæðilíkunin en núna aftur 20 árum seinna þá erum við að vinna með miklu betri og nákvæmari gögn. Þannig að reiknigetan er orðin miklu meiri að þú getur sturtað svo stjórnlaust mikið af gögnum inn í einhverja maskínu og fengið eitthvað sem var kannski ekki fræðilegu möguleiki að geta reiknað bara 1990. Það var ekki hægt. Og það er svo stuttur tími í rauninni sem að var vegna þess að leiðbeinandinn Hilmar sem var hann í Sviss og Almut Íken heitir hún reiknaði og var eina fyrstu þeim sem reiknaði og hún var með svona gataspjöld í svona bakka og reiknaði. Þannig að það er ekkert lengri tími og svo alltaf bara getur við reiknað alveg rosalega mikið reiknað. Þetta breytt náttúrulega öllum vísindagreinum og fræðigreinum og eins og hagfræðinni þar sem að menn eru farnir að reikna út miklu flóknari myndir sem eru að
draga fram. En heyrðu að þú varst í Sviss og það voru Sviss jöklarnir í Ölpunum voru í fréttunum bara í vikunni. Af því að það svo lítið vatni í Rín og Dóná og fleiri slíku og ég sá í einni fréttinni það sem að vera að lýsa því að það væri ekki allir skipaflutninga væri eiginlega farnir bara, það var ekki hægt að þetta voru bara sprænur. Og þá var eina því að ástæða fyrir þessu var að jöklarnir í Ölpunum voru bara farnir. Þannig að þeir væri ekki að fóðra árnar. Þannig að þetta gæti verið varanleg breyting á ánum. Já. Er það svo? Já. Og jöklarnir hafa, við getum kallað gefið þá þjónustu að geyma alla úrkomuna sem hefur fallið yfir veturinn á sér. Og láta hana leka og svo leka rólega yfir sumarið. Já. Þannig að sú þjónusta þegar þeir hverfa mun þá fara líka. En er það svo að jöklarnir í Ölpunum séu bara ekki svipir hjá sjón? Já. Og það sést út allt og við sjáum það hér á Íslandi. Og þeir munu aldrei fóðra Dóná og Rín eins og var áður? Ekki jöklarnir. Og svo er spurning hvað úrkoman gerir. Úrkoman rennur þá bara öll bara í sinni árstíð. Það er engin sem engin uppistuðulón jöklana. Nei. Og það sami er að gera í Himalajafjöllum þar sem að monsún tímabili kemur alveg gríðarleg úrkoma sem að fellur sem snjór hærra uppi og einmitt geymist þar og í Andesfjöllunum í Suður-Ameríku og þetta hefur alveg rosalega mikil áhrif á þá öll samfélögin sem að lifa þá að búa fyrir neðan jöklana vegna þess að úrkomutímabilið verður þá líka, það bara rennur allt til sjávar. Og svo þegar úrkomutímabilið er búið þá þotnar þetta upp og ekki að nota til þess að setja á hrísgrjónagranna og getur oft gríðarlegar afleiðingar. Já. Í Evrópu er verið að tala að búa til eiginlega nýjan farveg til þess að geta viðhaldið þannig ef að Rín var svona breiða, gera hana bara svona breiða eins og skipaskurð. Já. Ég veit ekki hvort að þessar hugmyndir verði framkvæmdar en menn eru að byrja að tala þetta. Já. Og það er margs konar aðlögunir sem að þarf að gera. Við þurfum að aðlaga stað breyttum heimi og það er bara líka dæmi ef þú hefur keyrt Skeiðarársand nýlega. Þar er löng stór brú yfir Skeiðará sem er alveg þurrt. Er ekki. Nei, og þá núna er bara svona komið, það bara að því þú gerðir þessar hreyfingu, það bara svona lítil brú núna yfir Skeiðará vegna þess að Skeiðarárjökull er búin að hopa og vatni fer allt yfir í nú man ekki hvað áin heitir hann aðeins vestar sem að allt bræðsluvatni úr Skeiðarárjökli fer þangað en ekki í Skeiðará. Þannig að við sjáum hér á Íslandi og út allan heim þar sem eru jöklar, gríðarlega breytingar og svo einmitt afleiðingar sem að kannski var maður ekkert að velta fyrir sér en afleiðingarnar eru margvíslegar. En má ég byrja á orsökunum? Af hverju eru jöklarnir að bráðna? Já, það eru loftslagsbreytingar af mannavöldum. Og miðflokkurinn er ekki á því. Hvað séru? Það eru margir í miðflokknum sem er ekki á því að þetta sé að mannavöldum. Það er hægt að hafa margs konar skoðanir á hlutunum en þetta er bara staðreyndin að það eru vegna þess að við erum að leiða út gróðurhúsalofttegundir, þar á meðal koltvísýring sem verður til við bruna jarðefniseldsneytis að þá hefur koltvísýringur í loftinu aukist og ég man ekki nákvæmlega tölunar en það voru komnar upp í 420 parts per miljón, það heitir ppm og við þekkjum að því að jöklarnir eru líka alveg stórkostlegir að því leyti að þeir bæði bregðast við loftslagsbreytingum en þeir geyma líka upplýsingar og til dæmis Suðurskautslandsjökullinn hefur 800.000 ára sögu sem er búið að vinna úr en þeir eru nýbúin að klára borun sem fer næstu 1,2 milljónir ára aftur í tíman og þar hafa þeir í litlu loftbólunum sem að geymast inn á milli ískristallana séð samsetningu loftsins 800.000 ára aftur í tíman og magn koltvísýring í andrúmsloftinu hefur verið á bilinu 280 til 380 parts per miljón í þessi 800.000 ár þannig að þegar það var kalt nú þegar ég hugsa aftur, nú þurfum við að hugsa mikil koltvísýringur, þá var hlýtt og svo það var kalt, þá fór það niður í 280 og hæðst upp í 380 og hvað eru við núna? Við erum komin yfir 420 Þannig að því ég var nú að grínast með að segja miðflokkurinn en það er margir þaðan meðal annars Sigmundur Davíð hefur svona véfengt vísi til þessu leyti að þegar þau segja að þetta er ekkert að mannavöld, þetta er bara eðlilega sveiflur sem eru í loftslaginu og eldfjöllin gera miklu meira en þetta og þessar bóranir í Suðurskautslandinu sína svo er bara ekki. Það er sína að síðustu 800.000 ár hefur
koltvísýringsmagnið verið milli 280 og 380. Það svolítið langur tími, sko. Þetta 800.000 ár. Og hvenær var nú landbúnaðarbyltingin? Það eru 2000 ár síðan. Já. Og það eru kannski 150 ár síðan að við fórum að brenna þegar, hvað kallum við vélarnar, bara, nú man ég ekki hvað, sprengivélarnar, þegar við fórum að brenna olíu og svo fórum við að keyra bíla og svo fórum við að fljúga flugvélar og nota olíuna til að búið til rafmagn og svo framvegis, við þekkjum þessu sögu. Það eru bara 150 ár og það það sem er eins og viðmiðið fyrir innbyltinguna, þá var hitastigið ákveðið og við vitum það og það náttúrulega, það engin laununga. Hitastigið hefur alltaf verið að breytast og hefur verið að breytast það náttúrulegum völdum og það hafa verið ísaldir og hlýskeið einmitt. Og þá sáum við að koltvísýringun í loftinu sveiflast með hitastiginu. Og það hefur einmitt verið að ræða. Getur útskipt fyrir mér hvernig það sveiflast fyrir iðnbyltingu? Af hverju þessi sveiflað frá 280 upp í 380 eða hvað var? Það eru margvíslegar ástæður fyrir því. Það trén draga til sín koltvísýring og þegar við brennum eða þegar lífverurnar anda frá sér, þá anda þær súrefni, anda frá sér koltvísýring. Þannig að það er náttúrulega hringrás í koltvísýringi. Og svo náttúrulega þegar trén deyja og þannig verður oljan til, þá grafast þau niður og þannig hverfur koltvísýringun sem að þau geymdu og úrverður olja, þannig að oljan í rauninni ekkert nema lífræn massi sem hefur geymst í marga milljónir ára og svo kemur mannveran og finnur oljan og brennir henni öllu, þannig að hann eru milljón ára byrðir af koltvísýringi sem hefur verið. Og koltvísýringurinn aðalatriði varðandi sveiflur í hitastig jarðar? Nei, það sem við kallum gróðurhúsaloftegundir. Koltvísýringur eina þeim, vatnsgufa önnur, metan sem geymist líka í sífrera og núna til dæmis yfir á svæðum, til dæmis í Síberíu og Norður-Ameríku og það sem sífreri, þar hefur metan verið geymt frosið í sífreranum og þegar sífrerin bránar, þá losnar þetta metan sem hefur verið geymt og það í rauninni eflir loftslagsbreytingarnar. En það alls konar hlutir. Þetta er mjög viðkvæmt kerfi og við getum sagt að við höfum byrjað nú ætlum ég að sletta á ensku, uncontrolled experiment, hvað kallum við það? Við erum bara búin að setja af stað tilraun. Stjórnlaustilraun. Já, og við vitum ekki hvernig það endast. Við erum að gera tilraun sem við höfum enga stjórn á. Við erum komin á það svæði sem að jörðin hefur ekki verið á síðustu milljónar. Þú ert að lýsa því að við erum komin yfir í eitthvað svæði sem er bara óþekkt. Við erum aldrei gerst áður í jörðinni. Og það er ekki að draga úr þessu. Nei. Því að þetta getur verið víxlverkun eins og nefnum með sífreran. Að ef við förum of langt að þá magnast þetta upp og er komið út fyrir okkar. Við getum ekki farið og frist sífreran aftur. Og það sem það breytingar sem við erum að gera núna á 150 árum það var aldrei gerst svona hratt af því það náttúrulega aldrei verið svona mikið af fólki á jörðinni, bara aldrei. Þannig að núna það fullt af hlutum sem að mannfólki að gera sem að verður til þess að kannski þessar náttúrulega breytingar eru sko margfalt hraðari heldur en nokkru sinni hefur verið áður í jarðsögunni. Þess vegna hefur verið búið til hugtaki mannöld. Nú lifum við á mannöld, já. Sem það að við höfum meiri áhrif bara á jörðina og lífríkið og loftslagið heldur en nokkuð annað. En þetta er kannski ekki beint jöklafræði, en þetta tengist í beint. Tengist þínum rannsóknum þar sem þú ert að skoða hvernig jöklarnir hopa. Já. Við höfum ef að verður bráðum jökla, að þá breytist hafstraumar. Já. Það er eitt af því sem er bara mjög erfitt að segja til hafstrauma og hvernig þeir munu bregðast við. En það er til í jarðsögunni dæmi þegar sem að Golfstraumurinn hefur stöðvast. Þá var til dæmis þegar jökullinn sem lá yfir allir í Norður-Ameríku bráðnaði mjög hratt. Þá kom náttúrulega mjög mikið af ferskvatni. Ef við hugsum okkur Grænlandsjökull og svo var þegar síðast var ísöld fyrir 20.000 árum. Það er svolítið áhugavert að hugsa tímaskalana. Við vorum að tala 800.000 ár. Sagan sem er geymd í Suðurskautslandinu fyrir 20.000 árum. Þá var ísöld
allt Ísland var þakið ís, all Skandinavía og öll Norður Amerika og svo Grænlanda sjálfsögðu líka. Síðan bráðnaði þetta. Þannig að þá fór alveg gríðarlega mikið af fersku vatni út í hafi. Það hafði þau áhrif að Golfstraumurinn eða hafstraumurinn, þetta sem heitir Atlantic Meridional Overturning Circulation, það í rauninni amok, að það í rauninni hafstraumurinn fer norður, hann kólnar og sekkur niður og fer niður undir. Þetta svona versti hringrás. Þegar ísöldin var að slaka á, þá sloknaði þessu. Já, og hvað viðkvæmt kerfið núna, það að Grænlandsjökull að bráðna og mikið af fersku vatni fer úti, það þurfum við að skilja betur og við erum að vinna í því. Það eru margir, ekki ég, nú þarfum að fara að tala við hafræðing kannski til að komast að því betur. En það sem við skiljum að þegar ísinn bráðnar, þá hækkar sjávarstaðan. Og ég ekki að spá því að Grænlandsjökull eða Suðurskautslandið sé að bráðna til að hækka sjávarstöðuna á næstu 100 ára, en magnið af vatni sem geymt í Grænlandsjökli samsvarar 7,5 metra sjávarstöðubreyting. Þannig að vatni sem bara Grænlandsjökull og Suðurskautslandið eru 58 metra sjávarstöðubreyting í gildi. Þannig að þú getur ímyndað að þessi jöklar eru gríðarlega stórir. Það er bara heilt landmassi, hvað þetta kontinent? Hvað það nú á íslensku? Álfa. Sem þakin ís. 58 metra sjávarstöðu í gildi. Og það sem að hluti af Suðurskautslandinu stendur í hafinu. Þannig að þar hafið hefur beinan aðgang að ísnum. Og hafið flytur miklu meiri varma hraðar heldur en loftið og það hluti af Suðurskautslandinu það bil 6 metra sjávarstöðubreytinga í gildi sem situr í hafinu og þegar sámassi breytist þá mun það byrjar að hopa hann liggur meiri í svona eins og skál og við þekkjum það við skiljum að þegar ísinn fer ofan í dýpra vatn þá kelfur hann hraðar, þá missar hann ísinn hraðar. Þannig að með því að fara í dýpara vatn og það svona eins og þá eykst hraðinn á breytingunum, fer í dýpara vatn, þá missar hann maður, þá fer hann í ennþá dýpara og þá missar hann ennþá meira. Þannig að það getur orðið svona svolítið hröð breyting. Stigmögnun. Já, og það það sem við köllum vesturhluti Suðurskautslandsins sem situr ofan í sjónum. Austurhlutin meira svona eins og Grænlandar, ísinn situr upp á landi. Hann ýtir náttúrulega landinu dálítið niður og þannig að þegar ísinn bráðnar þá lyftist landið upp. Og sama og Grænlandsjökull sem 7,5 metra sjávarstöðu í gildi, að það sama, það hefur þyngdarkrafts áhrif á hafið þegar Grænlandsjökull missir ís. Þannig að núna Grænlandsjökull dálítið stór og togar, það þyngdarkrafturinn sem togar til sín vatni og þetta svolítið áhuga, við erum verið að reikna þetta og það var nefndi hjá mig Berglind Pétursdóttir sem að reiknaði út einmitt hversu mikið áhrif það hefði ef að þetta tog, þegar það minnkar, jökullinn minnkar, togið minnkar, að þá lækkar sjávarstaðan næst Grænlandsjökli en meira fjærunum. Þannig að sjávarstaðan ekkert bara að hækka jafnt alls þar, heldur hafa þyngdarkraftin og hafstraumannir, en þyngdarkrafturinn hefur það áhrif að sjávarstaðan mun og lækkar heldur meira við Ísafjörð heldur en við Höfn í Hornafirði. Þannig að það bara, því fjær Grænlandsjökli, þeim meiri eru þessi áhrif. Til viðbótar náttúrulega sömu þyngdarkrafts áhrif á Suðurskautslandinu og þau hafa náttúrulega öfugt. Það lækkar sjávarstaðan í kringum Suðurskautlandi en hækka meira heldur en bættist í einmitt við Ísland. Þannig að þessi breytingar eru alveg mjög áhugaverðar að reikna út. Sérðu fyrir þér að það gæti gerst, að þetta gæti gerst? Að eiginlega á hvaða tímaskala? Bara yfir höfuð, svo getur spurt ekki á hvaða tíma. Já. Þetta gæti, þannig allir jöklar á jörðinni myndu hverfa. Það mögulegt? Já, það góð spurning. Já, við getum, þegar það var kaldara síðast, þá var sjávarstaðan 150 metrum lægri heldur en núna. Þá var allur ísinn yfir norður heimskvötu Norður Ameríku og Skandinavíu og
nú þarf að spyrja jarðfræðing, hvort að jöklarnir gætu horfið, ég held ekki í jarðsögunni að þeir hafi horfið alveg. En það er mjög líklegt að mikið af þessu gerist. Já, og það sem að ég tók þátt í að skrifa 7. skýrslu milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Og þar einmitt verið að vinna með að skilja þessar breytingar og matreiðar fyrir fólk sem þarf að taka ákvarðanir. Og þar er sko tímaskalinn bara fram til loka þessarar aldar. Og það var komið 5 skýrslur og nú kom svo 7. og það var í rauninni svona fyrsta skipti sem að við horfðum aðeins lengra. Þannig að við reiknum út hver sjávarstöðubreytingin gæti orðið fram til 2300. Og það getur verið allt á bylunni 6-15 metrar. Og það er náttúrulega ekki 60 samtal, þannig að ég hugsa að við getum gert svona svolítið eins og Andri Snær hefur gert, að setja okkur annarkvort fram í tíman eða aftur í tíman. En ef við hugsum okkur að við sitjum árið 2300, þá myndum við tala fólki hana í upphafi 20. aldarinnar, hana kringum 2000. Þá skildu þau, og þetta skrifaði hann á minningarskildi fyrir Jökul. Þetta fólki hana í kringum 2000. Þau vissu hvað var að gerast. Gerðu það samt. Þau vissu hvað þurfti að gera. Og bara fólki í framtíðinni getur vita hvort okkur hafi tekist það. En það sem að þau muni segja er að hana 2000, þá byrjaði sjávarstaðan að hækka. Og það mun eiginlega ekkert stoppa það, því að hlýnunin sem hefur orðið núna það byrja 1,1 gráða, og hún hækkar í rauninu, hún er svolítið breytileg, en við erum komin 1,1 gráðu hærra meðalhitasti heldur en fyrir iðnbyltinguna, að það mun leiða til þess að jöklarnir halda áfram að bráðna og það er rauninni hvað okkur tekst að draga úr losuninni, hversu hratt og hversu mikið minna sjávarstöðuhækkunin verður. Og það verkefni bara stækkar alltaf. Því lengur sem við drögum að draga úr losuninni, því harkalegri þarf þetta samdrátturinn að verða. Já, það var gert samkomulag árið 2015 í París og þar var samkomulagið, við erum búin að ákveða og það eru margar ástæður, súrnun kóralrifja, bleikings kóralrifa og súrnun sjávar, bráðnun jökla og ýmsar aðrar ákefði ofsaveðri er að aukast með hlýnuninni. Þannig að af mörgum ástæðum var markið sett á að við skulum reyna að hlýni ekki meir 2 gráður fram til loka þessar aldar. En við skulum gera allt til að það verði bara 1,5 gráða, af því það er betra fyrir okkur. En fólkið 2300 sem horfir á okkar tíma, að það veit náttúrulega að maðurinn er brisk mannverða. Það sem ég, svo stendur í biblíun held ég, það sem ég átti að gera, það gerði ég ekki. Og það sem ég átti ekki að gera, það gerði ég. Okkur hætti til þess að vera þannig. Það er svo margt sem að, jafnvel þó að við vitum að það sé ekkert gott fyrir okkur að reykja, þá eru margir sem reykja. Og er á leiðinni að hætta. Já. Og við erum á leiðinni að draga úr losun. Við erum búin að ákveða og ríkisstjórnin samþykti, ég held að það eru nokkur á síðan. En af hverju ætti ég að byrja á því akkurat í dag? Þetta ekki bara gert það á morgun. Það er með reykíkarnar. Og sömuleyti er þetta sambarilegt. Að það er ekki fyrir en að afleiðingarnar hitta þig. Að þú gerir eitthvað. En þá er það líka á seint. Það er komið í lög á Íslandi að við verðum kolefnislaus árið 2040. Hvort okkur tekst það er spurning. En við ættum svo sem að geta gert það. Við ættum að geta gert það. Ef einhver getur gert það, þá er það við. Eitt aðeins loftslagsbreytingarnar að þó að hitastig í heiminum hækki og einhver orðaði svo það var nú bara ágætt fyrir Íslendinga, en þá er staðan svo að hitastig mun ekki hækka á Íslandi heldur lækka. Það fer eftir hvað verður hafstraumana. Og hitastigi hækkar náttúrulega ekki jafnt alls staðar. Það hækkar meira á norðurheimskautinu vegna þess að það er áhrifin af endurkastinu. Það er land sem var áður hulið snjó og endurkastaði sólarorkunni, það er ekki snjór lengur. Og þá verður það dökkt yfirborð og við getum hugsað að það er bæði snjór og svo hafísinn líka,
að hafísinn endurkastar mikilli orku, endurkastar sólarorkunni, en ef það dökkt yfirborð hafsins, að þá drekkur hafið í sig þá orku. Þannig að hitastig hækkunin tvöfalt og jafnvel þrefalt meiri á norðurheimskautunum. Það ætti að vera meiri hér, Já. En ef hafstraumandi fara þá verður svo ekki. En það ætti að vera meira eins og jöklarnir þínir að þeir kasta sólargeislunum bara aftur út, sem að væri nú gott fyrir okkur að hafa aðeins hlýra. Já. Og það hefur nú hlýnað þetta, maður sér það á gróðufari og fleira. Einhverju leiti það náttúrulega minni beit, en það til dæmis og skeiðar á sandi má sjá svona sjálf sprottin skó og leikum við allt annað að sjá Norðurlandshálendið heldur en það var þegar ég fór þar sem barn og unglingur, sko. Er það ekki bara lúpína? Já, lúpína og bara, það bara gerbreytt, sko. Já. Og það líklega eitthvað út að hittast í. Hérna koma líka fleiri skorkvíkindi en áður og rættu það við vistfræðingarna og líffræðingarna. Já. Herðu, en það eru mikla breytingar og sumt jákvætt, sumt ekki svo gott. En þú heitlaðist að jöklunum áður en að þú fórst að hugsa hlýnun jarðar. Já. Og það eitthvað við jöklana sem að þið finnst vera áhugavert, hvernig þeir hreyfast. Já. Og ég býst við að ef við myndum ræða það að þú færir að tala jöklana eins og næstu í svona sjálfstöðar lífverur, eða hvað? Kannski ekki lífverur, en þeir eru svona, Þannig þegar maður tala við eldfjallafræðingarna, þá eru þeir eins og þið sé alltaf að reyna að hugsa eins og eldfjall. Tala börnin sín kannski, já. Jöklarnir eru svona svolítið eins og færiband kannski, við getum hugsað það þannig. Og þeir verða til þar sem að vetrasnjórinn bráðnar ekki sumarið eftir. Og þetta er skaflinn í Esjunni. Einmitt. Og ég er nýkomin frá Akureyri og það vantar alla skaflana sem að auga mitt vant að sjá. Og þannig að það eru einmitt skaflinn í Esjunni og fleiri staðir þar sem að bara ásýnd landsins hefur breyst. Sumari var of stutt til að bregða. Já. Þannig að þar myndast jöklarnir og þá geyma þeir úrkomu síðasta vetrar og þar bæði upplýsingar í snjónum og svo loftbólunum sem að þá lokast inni. Þannig að jöklarnir verða svolítið eins og bókasafn líka að þeir geyma og svo bara kemur næsta vetrar úrkomu ofan á og þannig verður Suðurskautslandið til 800.000 eða jafnvel milljón ára saga og Grænlandsjökull. Þar hefur verið borað, það var nú Íslendingur Sigfús Jónsson sem boraði með Dönum ofan í Grænlandsjökull og þeir komust niður 3 kilometra og það er 130.000 ára saga í Grænlandsjökli. Þannig að bæði að Grænlandsjökull minni og svo gerast breytingarnar hann flæðir hraðar. Suðurskautslandið er miklu þurrara og geymir þar að leiðandi lengri sögu. En svo þegar jöklarnir eru orðin nógu stórir, eða þykkir, meina ég, að skaflinn verður nógu þykkur, að hann hefur ummyndast í ís, snjórinn þéttist og verður að lokum ís og byrjar að flæða. Þá ertu komið jökul. Og þá flæðir hann niður á lægra svæði. Þannig að jökul sem er í jafnvægi við loftslagið, ef við hugsum okkur svo og við vitum að það er náttúrulega aldrei alltaf eins loftslag, en gerum það á hugsunartilraun að það sé eitthvað ákveðið loftslag og jökullinn aðlagast að því loftslagi. Þá er hann svona svolítið eins og færiband og það snjóar yfir hann allan. Yfir sumarið þá bráðnar allur snjórinn á neðri hlutanum en einhverja vetrasnjórinn verður eftir á efri hlutanum og svo flæðir ísinn niður og ef hann er í jafnvægi þá flæðir það Hvað er með ísinn flæði? Hann bara skríður niður eins og hunang. Þannig að hann hefur ákveðin að segja... Hann bráðnar við jörðina og þar sem er halli þá rennur hann niður. Það líka... Og þá rennur hann niður í loftslag þar sem hann mun bráðna. Já, þannig hann er eiginlega fórnað sér þetta. Já, það er tvennt saman. Hann getur runnið á yfirborðinu en hann hnígur líka undan eigin þunga eins og bara hunang. Já. Þannig að hann bæði svona. Já, þú veist að hann hnígur undan þunganum og náttúrulega niður brekkuna en svo getur hann líka skrikað á yfirborðinu og þá er það botnskrið en hann hnígur og svo skriður hann fram. Við erum náttúrulega að nýta þetta eðlið í jöklana með virkjunum okkar. Við notum vatnið úr jöklunum, já. Er fyrir séð að það geti orðið þannig að jöklanir hopi svo mikið að Þjórsá hætti að skaffa okkur allt þetta rafmagn? Nei, ég held að það verði alltaf mikil úrkoma. Við sitjum náttúrulega í miðju Atlantshafinu. Það er við úrkomuna á jökuls að þú getur bara búið til rafmagn í rigningatíð. Já.
Hvernig er nú þurrkatíðin á Íslandi? Einhver þurrkat, það engin svona monsún hérna. Þannig að við erum nokkuð vel staðsett. Það verður alltaf úrkoma. Hvort nú fættir svona snjór eða rigning hefur ekki svo mikið áhrif á virkjanirnar. En sko virkjanirnar eru byggða bara með 50 ára áætlun. Þannig að þeirra plan bara að vinna í 50 ár. Er það ekki bara svona efnaðslega eða bókhalslegt atriði? Já, kraftilega. Ég held að allir í Landsvirkjun horfi á það þegar þeir eru búnir að greiða niður skuldirnir að þessu, þá þetta bara malar þetta gull án fjárfestinga. Því það ekkert svo dýrt að viðhalda virkjununum. Ekki eins og var verið að byggja þær. Nei. En það er mjög gott að við höfum þessa virkjanir, að við þurfum ekki að flytja inn olíu til að brenna hana og búið til rafmagn. Þannig að það er mikil gæfa að okkur tókst að virkja fallvatnið og jarðhitann á jarðhitasvæðanum og búið til okkar orku. Og þetta hefur verið ákveðin verðmæti, en kannski dregur úr því vegna þess að þjóðir eru að reyna að bregðast við hlýnun jarðar með því að búa til vistvænni orkuframleiðslu. Og það verður alltaf ódýrari vindmyllunar og sólaraflöðunar og fleira. Þannig að þetta gull sem að Landsvirkjun situr á verður kannski verðminna til lengri tíma. Ég hugsa ekki, ég hugsa að verða alltaf verðmikið að geta búið til rafmagn. Þú ekki eiginlega sem að vilt ekki fara við aukum vandanum við loftslagsbreytingarnar, að þú ættir eiginlega að óska þess að það yrði svo ódýrt að búa til vind eða sólarorku að Landsvirkjun myndi falli verði. Það verður eiginlega betri þróun. Já, þú gerir mér upphugsanir núna. Ég er að spyrja hvort og ég er eiginlega komast að hvort þú sér hversu mikið þú hugsar loftslagsbreytingarnar. Hugsar það í þínu eigin daglega lífi? Já. Og ég reyni allt sem ég geti til að minnka kolefnisfótsporið mitt. Og það er í rauninni verkefni okkar allra að minnka kolefnisfótsporið. En þá segja sumir, það breytir nú ekki miklu hvað ég geri. 1 af 9 milljörðum. Já, það er auðvitað að hugsa alls konar, en við höfum áhrif. Bæði það sem við gerum og þau áhrif sem aðrir sjá af gjörðum okkar. Þannig að ég held að Íslendingar hafi mikið fram að færa einmitt að geta orðið sjálfbær þjóð. Og það náttúrulega sjálfbærni ekki það sama á að vera kolefnishlutlaus. Kolefnishlutlaus bara í rauninni smá hluti af sjálfbærni, en í rauninni að það ætti að vera okkar fremsta ósk að við verðum sjálfbær, bæði með orku og annað og við séum ekki að henda neinu, heldur endurnýta allt. Af því að bara auðlindir okkar eru takmarkaðar og við þurfum að muna það helst á hverjum degi. Allavega meðan að okkur eru að fjölga mannkyninu, en við erum líklega að ná okkur toppi þar. Já, hvernig það verður? Það kannski stuttið það. En þú ert að rannsaka jöklana. Jökull ekki bara jökull? Er Mýrdalsjökull öðruvísi jökull heldur en Vatnajökull? Öðruvísi karakter? Þeir eru búnir til úr sama efni. Það er náttúrulega bara mismunandi undirlag. Mýrdalsjökull hefur fullt af jarðhitasvæðum, þannig að það við kallum það Katla. Þannig að það eru svona eins og smá svona hólur í yfirborðinu sem að sýna okkur að þar undir jarðhitasvæði sem að bræðir ísinn. Það er líka í Vatnajökli, ekki? Það er líka, Grímsvötn er svona jarðhitasvæði og það er með þess að Eldfjall og Skaftárkallarnir, þeir eru svona jarðhitasvæði undir jöklunum sem bræðir ísinn og þegar er komið nógu mikið bræðsluvatn í þessa bólu undir jöklunum að þá brestur það fram og kemur jökulhlaup. Og þá flæðir í Skaftá eða í Skeiðará og kemur flóð. En þessi flóð eru þau ekki miklu minni núna en var áður? Mér finnst það kannski var bara meira látið með þetta þegar ég var barn og unglingur. Og það sem að gerðist var eftir... Það bara einu sinni sem að þurfti að rjúfa hana fyrir nokkrum árum. Þá þurfti að rjúfa veginn. Já, hvað heitir áin hana austan við Mýrdal? Heitir hún Skálm. Ég búin að gleyma því núna. En það var komið nokkur jökulhlaup hana austan í Mýrdalsjökli. En það sem að Grímsvötn er náttúrulega mjög áhugavert svæði. Þar er stöðuvatn undir jöklinum og við eigum sögu af því hvernig vatnshæðin í Grímsvötnum hefur hækkað og svo hefur hlaupið út og svo hækkar og svo hefur hlaupið út. Svo kom mjög stórt eldgos í Gjálp 1996 og þá kom alveg gríðalegt magn af vatni bræðslu vegna eldgosins í Gjálp ofan í Grímsvötn og það kom alveg rosalegt flóð þannig í nóvember, það bíða allir eftir flóðinu, það kom að bíða eftir sér, en það kom hann í nóvember
og einmitt eyðilagði brú sem er það ennþá, maður getur síðan að það var mikið afl sem að eiginlega bara vatt upp á hana. Já, og eftir það þá var eins og stíplan hana í Grímsvötnum hafi eyðilagst. Þannig að nú safnast ekki eins mikið vatn. Þannig að þessi tilfinning sem þú hefur að nokkru leyti rétt að nú bara kemst vatni fyrr út af því stíplan heldur lausar í sér. Þannig að hlaupin úr Grímsvötnum hafa orðið aðeins minna rúmmáli. Það næri ekki að safnast eins mikið. En ég nefndi nú bara Mýrdalsjökul og Vatnajökul bara út í loftið. En jöklandi geta verið mismunandi er eitthvað svona karaktermunur á þeim? Hvernig þau hegða sér og... Já. Það fer kannski mest svona stærðarmunurinn. Það eru daljöklar sem að sitja ofan í dölum og við eigum mörg orð yfir Hvilftarjökul og Daljökul og svo eru ískvel. Og þá getum við sagt að jöklarnir til dæmis á Tröllaskaga, það eru daljöklar, þá sitja þeir ofan í dal og grafa og þeir verða ulaga dalinni sem að jöklarnir grafa og þeir eru vafflaga dalinni sem að árnar grafa út og ískvel eru þá svona eins og Hofsjökull og Vatnajökull sem að þá eru yfir stórt svæði og svo renna í allar áttir, þannig að þeir hylja stórt hvel, þeir eru svona hvel. Svo eru til íshellur sem að fljóta ofan á ísnum sem að eru samt tengdar íshellunar á Suðurskautslandinu og Grænlandsjökli. Þær eru í rauninni framhald af ískveljónum og þá er hægt að segja að við getum talað ískvel, það sé svona einhver millistærð, stærri heldur en Daljökull en minni heldur en ísbreiða sem við myndum þá kalla Grænlandsjökul og Suðurskautslandi. Þannig að það eru svona stærðarmunur. En svo náttúrulega líka hvort að þeir eru frostnir alveg í gegn eða hvort þeir eru, við kallum það þýðjöklarnar á Íslandi, þeir eru þýðir við bræðslumark alveg niður á botn. Og það er vegna þess að loftslagið hér er bara ekki það kalt að vetrarkuldin hann í rauninni kannski ekki gufar upp en hann leiðist út yfir sumari. Þannig að allur ísinn á Íslandi er við bræðslumark. En jöklarnir á Svalbarða og í Grænlandi, þeir eru undir frostmarki og þá eru þeir stífari, bara eins og hunangi, ef þú geymir það inn í ískáp, þá rennur það ekki eins hratt og þegar það sem hefur búið að sitja á stofuborðinu. Þú sagðir að við getum lagt eitthvað til, þá varstu að tala svona að því að við höfum tækifæri á því að vera kolefnishlutlaus og getum verið með sjálfbæra orku framleiðslu. En varðandi svona jöklaransóknir og svona, er eitthvað, vitum við eitthvað meira en... Það sem við vitum er... Eða hefur við sögum lengri rannsóknir? Eða? Já, og við höfum líka mjög mikið af góðum gögnum. Sem ná langt aftur í tíman. Og við búum að því að Helgi Björnsson byrjaði hann með ísjána. Já. Þannig við eigum mjög nákvæmar mælingar af þykkjöklana og yfirborðsbreytingum. Og það hefur við notað til að sannprófa gerfinhættamælingar. Þannig að við erum í miklu samstarfi við bæði NASA, Vestanhafs og svo ESA, Evrópsku geimstöðin, Space Agency, geimferðastofnunina, sem senda út gerfinhætti og þeir vinna saman, það eru til gerfinhætti sem heita ISAT og Cryosat og þeir eru að mæla og íslensku jöklarnir eru oft notaðir til að sannprófa þessar mælingar. Vegna út af þessar sögu sem er til. Já. Og svo hefur við afkomumælingar sem að ná aftur til upphafs, 1992 voru fyrstu afkomumælingarnar á Vatnajökli, 1988 voru byrjaðar að gera afkomumælingar á Hofsjökli og 97 á Langjökli. Og þessar mælingar eru gerðar eiginlega í samvinnu við Landsvirkjun og Landsvirkjun hefur stutt fjárhagslega allar þessar mælingar og Jöklararannsóknarfélagið gerur kleift að komast á jöklana. Það var stofnað 1930 og það var tímabil og það er til heimasíða sem er áhugaverð að skoða sem heitir Show Your Stripes. Þetta ætti að verða svona svolítið leikur fyrir alla. Förum á vefsíðuna Show Your Stripes og getur við valið heimsálfu eða land og borg og ef við förum á fyrir Reykjavík eða Ísland til dæmis að þá sjáum við hitastigbreytingar frá því fyrir innbyltinguna. Og þá sést að það var svolítið hlýrra í 1930, 30-40 og þá var fram yfir 60.
Já. Það var svona þegar ég byrjaði að vera leik úti, þá byrjaði að kólna. Þá byrjaði að kólna, já. Og þegar ég voru að leika sem barn, þá var alltaf miklu meiri snjór heldur en núna, sko. Það var svona 1960 til 80. Svona eftir 1990 þá gekk þetta tilbaka. Já, en ef þú ferð á síðuna með Sjójarstræps, þá getur einmitt bara séð það. Það var hlýra hana 1930, svo var kaldara. Það var bara nokkuð kalt, 60 til jafnvel 2000, svona 1995 og að því við höfum mælingarnar af jöklunum, að fyrir 1995 að þá var svona svolítið sveifla, þá voru þeir í jákvæð afkoma þeirra, afkoma þeirra var jákvæð, en eftir 95 þá hefur afkoman verið neikvæð og Helgi Björnsson hefur sagt þetta er bara svona eins og bankareikningur, þú leggur inn á veturnar og svo ef þú tekur meira út á sumrin þá er neikvæð afkoma. Klárast þetta kannski eitthvað tíma. Og þá að sama tíma sjáum við að hafstraumarnir fluttu hlýrra loftslag hingað. Þannig 95 þá hækkaði sjávarhitastigi kringum Ísland. Jú, þannig Golfstraumurinn gaf okkur meiri varma þá. Ég er ekki alveg viss, þú voru að spyrja haffræðingar, en hitastigi í hafinu hækkaði 95. Við sjáum bara að það er fáu mælingar, það er ekki mjög margar hitastigsmælingar, en þær sýna okkur að það hlýnaði. Og jöklarnir bregðast alveg strax við því. En jöklarnir er ekki að hafa áhrif á okkur, hvort það sé hlýtt eða kalt. Þeir eru bara að sveiflast með sömu út af veðrinu sem við verðum varfið. Já. En svo það var miklu kaldara þegar ég var barn, sko. Það var svona slitta, maður var alltaf votur, sko. Því að það bara rann ekki í burtu, kalda regnið. Já. Mann eftir tíma, ég hef ekki séð svona ástand í Reykjavík bara árum saman, sko. Nei. Herðu, en þú sagðist að það var heillast af jöklunum að vera upp á þeim. Hvað er það? Er það bara einhvern veginn jökullinn og svo himinninn og... Já, og vera á skíðum og einmitt og... En þetta er næstuði ekki neitt. Nei, þetta er hvítt. Þetta er landslag sem kemst næstuði að vera ekki neitt. Þetta er bara hvítt blað. Hvítt blað. Og blár himinn helst. Það sem maður kemur stundum. Já, stundum kemur blár himinn. En er það eiginlega bara svona eiginlega guðdómleg? Já. Og logn? Logn. Allavega svona ímyndum, ef ég þarf að komast eitthvað góðan stað, þá fer ég upp á jökul í huganum og sé bara hvítt neðri hluta og blátt efri hluta og algjör og þögn. Og það er alveg magnað á Vatnajökli hefur við oft, og þá náttúrulega kannski erum við búin að keyra allan daginn eða vera snjóslega, slekkur á og þá sko dynur á hljóðhimninni þögnin sem er alveg meirháttar. Þetta er ekki fuglar að það er engin að trufla. Og ekkert vatnsrennsli, ekkert. Herðu, Guðfinna, gaman að fá þig hérna og tala um þína rannsóknir og fræðagrein. Takk fyrir. Takk fyrir það. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborð, við erum alltaf reyna að skilja hana heim sem við lifum í og samfélagi og náttúruna stundum og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er eigandi Samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að Samstöðinni. Samstöðin.is. Við ætlum að enda þáttinn í kvöld á umræðu menntamál því að nú kannski eins og ég fylgst með ýmsum ummælum sem falla reglulega á hvaða leið við erum þar nú. Síðast er hérna ádrepa Hauks Artúrssonar stjórnsýslufræðings gagnvart grunnskólakennurum. Hún finnst þeir rífa of mikið kjaft og vera of hrókafullir. Miðað við það að árangur grunnskólabarna hefur nú ekki verið neitt sérstakur. Hann er endar bara í frjálsu falli samkvæmt PISA. En það er minni umdeilanleiki framhaldsskólastigið, leyfi ég mér að fullyrða, en eiga síður þá er nú alltaf eitthvað sem hægt er að gera betur á öllum okkar námstigum og ég rak augun í það í vikunni að það var hérna einn framhaldsskólakennari við menntaskólanum við Sund sem er með skoðun á því hvernig við gætum bætt stærðfræðikennslu og hann er komin hingað að Rauðaborðinu í fyrsta skipti. Vertu velkomin, Örn Valdemarsson. Takk hérlega fyrir þér. Gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Þú ert einn þeirra kennara sem að svona lætur ekki duga að bara fljóta með og sitja hjá. Þú ert með skoðanir á því hvernig við getum gert betur.
Já, ég með það. Ég hef bara séð allt og mikið af því þegar nemendur eru í vandræðum og fá ekki aðstoð og þóra jafnvel ekki að biðja aðstoð. Ertu þá sérstaklega að tala um starffræðina? Já. Ég er sérstaklega í starffræði. Það er mitt fag, ég er faggreinakennar í starffræði og hef kennt í grunnskóla og framhaldsskóla og mörgum nemendum sem maður finnur að eru í vandræðum með að leysa kannski dæmi og bara vandræðum að ræða það. Þau eru bara týnd í runni og þóra oft á tíðum ekkert að biðja hjálp. Akkurat, því getur fyllt skömm. Já. Ég get bara rifjað upp hjá sjálfum mér og það var á tiltöknu aldurspili sem að mér fóst, mér hafði alltaf gengið vel með starffræðina. Svo breytist eitthvað og mér fyrir að ganga verð. Ég segi einhver frá því. Það er upphafið að svona vítarheng. Já. Það er það sko. Með því að rétta upp hönd og biðja aðstoð þá er maður raunin að segja það að maður sé ekki með þetta á hreinu sko. Og nemendur vilja ekki draga það að sér sko. En svo hefur maður líka heyrt sko, það sem gefur manni kraftinn til að halda áfram. Það er það, þegar nemendur segir, er þetta svona? Nú skil ég þetta. Þannig að þú veist, það er jafn skemmtilegt að heyra það eins og það er ömurlegt að heyra þegar nemendur eru bara í vandræðum og eru að gefast upp. Áður en lengra en er haldið, Örn, er starffræðin jafn mikil sía og var til dæmis þegar ég var í menntaskóla, þegar mér minnir að hlutfallið í menntaskólanum á Akureyri hafa bara verið að 30% nemenda bara, þau voru að heltast úr leik af því þau komast ekki yfir starffræði grindina. Í framhaldsskóla þá er það kannski ekki alveg svona hátt hlutfall í dag, þannig að það eru fleiri sem ná starffræðinni og það er svona sko líka mismunandi á milli skóla kannski. Þú veist hversu góð starffræðin er og svo líka miðað við hvað braut maður velur, er það náttúrufræðibraut eða félagsfræðibraut og svona það. Starffræðin er miserfið og en fallið, ég veit ekki hvað það er í rauninni, en ég myndi halda 30% fall þá er þið mjög hátt í dag. Já. Það var nú meiri harka, sko, það var meiri elitismi í skólanum. Að MA og MR höfðu efni á að auglýsa bara þannig að þau tóku bara krakka sem voru að fá 2A og 2B sko. Já. Kannski 3, kannski, hvað var ég með? Ég held ég 2A og 2B, flög inn, en sko, þú komst inn kannski með 4B, en ég er ekkert vissum að þú hefur átt neitt mjög auðvelt með fyrir norðan að komast með mikið lægri einkunnir. Þannig að þau fleyttu rjóman, en voru svo með svaka hörku áfram sko. Þetta er náttúrulega, það sem hefur breyst síðan er að við lítum þannig á að öll Íslands börn eigi að geta komist í gegnum framhaldsskóla. Já, nákvæmlega. Sem er risabreiting. Já, einmitt. Það er alveg rétt að það er orðið þannig núna eiga öll börn að geta útskrifast úr framhaldsskóla. Já. Og það hefur kannski fæst svolítið upp í það og þess vegna er það, þú veist, að reyna auðvitað falla sumir nemendur sko, en þá þurfa að taka aftur. Já. En maður verður virkilega að leggja sér fram í dag. Ég er ekki að segja að þetta sé allt og auðvelt sko. Þetta er ennþá mikið challenge fyrir nemendur að standa sig. Og bjargir nemendur eru mjög ólíkar, heimilin eru ólík og sumir komið með veikan grunn og aðrir hafa fæðist með silfurskeið í munni og fá alla mögulega aðstoð heima fyrir sem þarf. Jú. Já. En þar kemur einmitt sko engakennslan eða svona enga aðstóð í starffræði er mjög mikilvæg og kennarinn í rauninni kemst ekkit yfir þetta. Það er til dæmis, ég er með 28 nemendur í bekk og ég næ ekki öllum, ef allir myndur rétt upp hönd á sama tíma, þú veist að maður nær þess ekki. Þannig að maður þarf svolítið að sumir rétt aldrei upp hönd, bara þóra ekki og þess vegna sko tíndubörnin halda áfram þá bara vera tínd í náminu, þannig að það er svolítið svona, en eins og ég segi þetta er vandarsamt fyrir kennara að ná utan þetta allt saman líka. Bekkirnir eru það stórir, ég held að þeir hafi nú verið færri hér áður fyrr og þannig að það er alltaf eitthvað svona og ef maður kallar ekki eftir hjálpinni sjálfur sko, þá verður maður svolítið eftir. Já, og sko það er einhver hugsun í starffræðinni sem bara margt fólk á mjög erfitt með. Já. Því getur bara gengið vel á öllum öðrum sviðum, er það ekki rétt hjá mér. En þarna er einhver hindrun sem bara fólki finnst mjög erfitt að komast. Já, einmitt.
En sömuleiði sko, þú veist, ef manni gengur vel í starffræði og sjálfstrausti kemur þar, þá gengur maður vel í öllu líka. Þannig að það er líka öfugt sko, þannig var það til dæmis fyrir mig að mér gekk ekkert vel í öllum fögum, en mér gekk alltaf vel sem strákur í starffræði og það fleytti mér upp og ég var alltaf með góðar einkunnir þar og gat sem sagt, ég var þar að leiðandi sjálfstrausti var í lagi sko. Já, þú vissir eiginlega með, sko, að því gefnu að þér gengir svo vel í starffræðin að þú myndir sennilega ekki mæta neinum rosalegum hindrunum sem myndur leggja þig flatan. Nei. Þannig að mér var bara gefið það sko, en samt starffræði, hún er ekki sko, þetta er ekkit í erðum eða eitthvað svoleiðis, að þetta er bara hæfni sem við erum að tileinka sko. Og æfingi skapar svolítið meistarann sko. Ég á 18 ára strák sem er í Versló. Hann er að byrja á 3. árinu sínu í Versló og hann sagði mér glaður í gærkvöldi að nú væri hann í starffræði alla 5 daga vikuna. Honum finnst það svo skemmtilegt að þú veist að segja þetta spyrði ekki erðir. Ég og mammans, við getum alveg vottað það að hans áhugi á starffræði og geta kemur alveg bara eins og þrumur heiðskir oft í þessari fjölskyldu. Svoleiðis er það sko. En það sem hjálpar honum mest er sko, honum finnst þetta svo skemmtilegt og maður verður alltaf svo góður í því sem honum finnst skemmtilegt. Já, honum finnst þetta svo tært. Þetta er bara rétt eða rangt. Að skrifa langa ritgerð eitthvað sem er loðið og matskent. Þetta er bara svo tært. Jú, þetta er annarkvort rétt eða rangt líka sko. En svo er það reyndar þannig sko, í námsmati getur verið mjög erfitt að samræma á milli kennara og til dæmis einn kennari geti gefið einhver einkunn og svo annar kennari aðra einkunn og það getur munað og það hefur einmitt sýnt sig sérstaklega í þessu bókstafskerfi að það getur verið mjög mikið þar á milli sko. En og svo er það innan dæmis, þú getur verið að leysa einhverju jöfnu og tökum sem dæmi að þú gerir einhverju villu á meðan að þú ert að leysa hann og þar af leiðandi verður svari vitlaust en þú sýnir réttu aðferð. Já, það er rétt samkvæmt villunni, lógís samkvæmt. Já, einmitt, þannig að þú átt alveg að fá fyrir að nota réttu aðferð. Er ekki verið að gefa þannig fyrir dæmi sem? Já, þetta er mismunandi, þetta er svona samtal sem kannski kennarar eiga sín á milli en þetta er samtalið mitt sem við verðum að fara í og verðum að skoða námsmati betur. Það er ekkert réttlæti í því að í grunnskólakerfinu eins og það er að sumir nemendur eru að fá A í fögum, ekki bara starffræði, þetta er náttúrulega bara í öllum fögum og í öðrum skólum er það kannski C. Það er náttúrulega, þarna er eiginlega verið að svindla svo litið, er það ekki? Vegna þess að allavega sumir skólar sem er með mikla námskröfur, þú ert kannski að búa til bara falsaðan vitnisburð sem að fleitir fólki áfram inn í einhverja elitískar stofnanir sem þar sem aðrir jafn góðir í greininni komast ekki inn. Nei, einmitt. Og í dag sko fara flest börn í framhaldsskóla. Grunnskóli, sem skólagangan líkur ekki við grunnskóli eins og var kannski þegar við vorum ungir eitthvað svoleiðis en grunnskóli núna að fá ákveðna einkunn upp úr grunnskóla til þess að geta valið þann framhaldsskóla sem maður vil fara í. Eins og sonur þinn, hann hefur eflaust verið að hugsa þetta í 10. bekk. Já, ég held að. Hvað hann var með í starffræði til þess að geta fara í Versló. Af því þú kemst ekki þar inni, þú ert með eitthvað til dæmis C í starffræði. Þannig að þess vegna þetta skiptir svo miklu máli og þetta er svo mikið réttlæti skemmt. Það er rauninni verið að flokka okkur niður þar á því stigi, hvað við verðum. Af því að þú hefur kennt lengi og þér hefur vegnað vel sem kennari, veit ég. Ef við hefjum þá viðtalið, við lítum á það sem við höfum verið að tala um núna bara sem formála sko. Hvað er það að þínu mati sem að mætti bæta við kennslu aðferðir í starffræði? Þetta er nú rosalega góð spurning og einmitt erfitt að svarinni svona stutt en til þess að byrja að þá held ég að við þyrftum að skoða bara, þú veist, kannanir eins og PISA og fleira og hvar erum við ekki að standa okkur og þá á ég við, sem sagt, það er ekki bara nemendur, það eru kennarar og það er menntakerfið, bara hvar er það að klikka og það má einmitt byrja þar og ég held að eitt sé í sambandi við námsmatið. Ef við vitum ekki sko
með mat eftir próf ég að tala um eitthvað svoleiðis og það kannski svolítið núna við erum að færast frá þessum prófum að því nemendur eru kvíðafull og vilja ekki fara í próf og einhvern veginn erum við að gefa afslátt og hérna Er langt síðan sú þróun hófst? Hvað sérðu? Er langt síðan þessi stefna var sett? Já, mér finnst hún ég reyndar ekki búin að vera kennari svo lengi, ég gerði annað hér áður fyrir en ég semst búin að kenna í 11 ár og þetta búið að vera allan þann tíma finnst mér. Þannig að það hefur verið svolítið lengi og það hefur verið gefa afslátt og þetta kannski svolítið, þú veist, við viljum, það fellur engin grunnskóla lengur. Og ég man eftir þegar ég var strákur og þá var fall þar og menn þyrftu þá að fara í 10. bekk og einn auka bekk áður en fóru í framhaldsskóla. Þannig að það hefur verið að veita heimilunum falskt öryggi að eitthvað sé í lagi sem ekkert endilega í lagi. Og það eykur þá líkurnar á að krakkarnir keyri á vegg í framhaldsskóla. Já. Og þess vegna held ég að námsmati sé rosalega mikilvægt að við förum aftur í að tala bara jákvætt námsmat og notum svo námsmati mitt í að finna út hvar veikleikin hjá nemendunum Þú veist, þú ert að reikna eitthvað dæmi og kennaran á að sjá það, heyrðu, þú gerir alltaf þessi mistök og þar af leiðandi að benda nemendunum á því, þarna getur mitt bætti og svo má alveg fylgja með því að ef þú bætir þig þarna, að þá getur jafnvel hækkað einhvern úr 6 upp í 7 þannig að þú ert komið með svona smá gulrót líka þú veist, fyrir nemandan sem segir, þú veist, hvað á ég að bæta þannig að hann getur bara fókusera beint á eitthvað eitt aðri. Skýrari ramma? Já. Meiri aga? Já. Meiri aga en samt þú veist, það kannski ægin alltaf svolítið líka slæmt orð. Já, bara ég held að margir starfsmenn inn í skólastofunni telji sig ekki hafa mikið umboð til þess að ástunda aga. Er það ekki rétt? Jú, það alveg rétt og þess vegna getur stundu verið bara best að láta það fram hjá sig fara. Já, lefa þessu bara slæta. Já. Þarna einhver menning sem hefur orðið sem ólík þeirri menningu sem ég man eftir á minni skólastofu þegar ég var 10 ára gamall. En hverjum það að kenna? Ég veit það ekki. Nei, ég veit það ekki. Það settir svolítið góð spurning, af hverju erum við komið þangað, Og ég hef heyrt þetta frá mörgum að þetta vandamál en það engin með einhverja lausn á þessu, hvernig við getum. Ég held að við þurfum að fara í svona faglega skoðun og síðan þarf bara að koma, þú veist, hvað þarf að breyta. Og það getur verið eins og ráðherra hefur verið að tala að breyta núna einkunnagjöf í grunnskóla úr bókstöfum í tölustöfum. Bara það eitt og sér hefur ekki lagst vel í marga og þú veist að það þarf aðeins að spá meira í svona hluti. Af hverju má ekki breyti tölustafi? Framhaldsskólar eru með tölustafi, háskólinn. Af hverju þá bókstafir á yngsta stiginu? Og af hverju má ekki breyta því? Foreldrar kalla eftir breytingu líka, skilji ekki þegar barni fær C eða C+, hvað þýðir það? Þannig að þú veist, þar held ég að grunnurinn sé svolítið, við þurfum að fara í þetta námsmat aftur og nota námsmati á jákvæðan hátt til að aðstoða nemandan áfram. Maður hefur þessa tilfinningu að vitnisburður sem svona vekjaraklukka eða köld vaskusa framan í andlit foreldra aðstandenda barns að þetta sé bara orðið hálfgett feimnismál fólk hafi bara meðvitað reynt að tempra áhrifin af þessu sem náttúrulega ekki nógu gott ef það akkurat það sem að þurfti að segja að þurfti að hringja vekjaraklukkunni. Já. Er það ekki? Ég held að þessi vekjaraklukka hún bara hægt að ringja hún hægt að ringja, er það ekki? Og það búið að fletja þetta út og það líka með afburða árangur að hann líka svolítið svona, það hefur líka verið svolítið feimnismál að ætla að setja mikið púður í afburða árangur og við endum það náttúrulega bara öll með C, er það ekki? Já. Allt samfélagið endar bara í C sem ekki nógu gott í samkeppnishæfi þjóða. Nei.
þetta atriði sko endurgjöf eða það sem kennarinn segir nemandan og segir, þú veist, hvar hann ekki standið sig. Það þarf ekki vera langa setningar eitthvað og ég man alltaf eftir þessi setningu, ég nefndi það við þið hérna áðan að Örn getur bætt sig. Já. Þú veist að bara þetta og ég man eftir þessi endingu, ennþá. Þá varstu hvað út í Bandaríkjunum? Já. Í námið þar, foreldrinu voru þar, þú ólst upp að hluta í Bandaríkjunum. Já. Og þú ert hvað ertu gamall? Ég er 12 ára þegar ég fæ þessa endurgjöf og og það var einmitt í starffræði. Tækifæri til þess að bæta sig. Já, einmitt. og ég man eftir þessu, mér fannst þetta rosalega óþægilegt, af því mér fannst ég fyrir að standa með alveg eins og ég gat, sko. En svo þegar ég líti á það núna í dag, þetta var alveg hárrétt. Og það er svo gott að fá þetta. Þú þurftir að sjá þetta? Ég þurfti að sjá þetta. Á þessum tíma? Já. Einmitt. Og hefði ég ekki séð þetta, þá hefði ég sko hugsanlega bara ekki tekið eftir neinu og ekki breytt neinu. Nei. Þannig að svona breytingar, það er alltaf gott. Já. Hvað með internetið og tæknibreytingarna sem orðið hafa? Sumir segja við ættum að endurskoða allar okkar kennslu aðferðir með liti til þeirra byltinga sem hefur orðið og unga fólki okkar er náttúrulega stærsti þáttakandinn í myndlæsi, hvernig því hefur farið fram og hvernig krakkar eru farnir að meðtaka upplýsingar með allt öðrum hætti heldur en við sem að bara lærðum stafinu, við lærðum að lesa. Hvað segir það? Sko, ég er alveg sammála, við þurfum að náttúrulega nota tæknina og það er ekki síst gervigreindina til þess að aðstoða okkur, að það er framtíðin. Gervigreindin er náttúrulega komin í öll tæki og róbottar og út allt. Og sem sagt, námskerfi sem ég hef látið hanna, að það var það heiti rubric.is, rubric með sé, og rubric þýðir matsviðmið á latnesku og það er þetta er kerfi sem er með lokaðan gervigreindar sem sagt kerfi að þú sendir inn próf eða kennarinn sendir inn próf bara PDF-skjal sem nefndin hefur tekið og þar fer það inn og gervigreindin fer yfir. Svo opnast skjalið fyrir kennarinn hefur sem tök á því að breyta einhverjum því gervigreindin er ekki alltaf 100%. Hún verður að einhver tíman, það verður super AI sko, en super AI er bara ekki komið. Og þarna getur séð sko villur sem gervigreind hefur gert og þú hefur tök á því að breyta þá. Gervigreindin kemur kannski með einhverjum 7 og þú segir nei, þetta er ekki alveg rétt og breytti í 7,5. Kennarinn hefur sem tök á því. Þessar upplýsingar vistast síðan inn í þetta lokaða kerfi og kerfi verður alltaf betra og betra. Og síðan er þessar upplýsingar safna saman og þú getur greint út frá nemenda og þetta líka samræmir sem sagt námsmati því þegar kennarar fara að nota þetta eingöngu þá verður ekkert það að einn getur fengið sé og annar A það verður ekkert svoleiðis það verður bara viðmiðið sem gervigreindin kemur með það verður grunnurinn að því að samræma okkur. Þetta er réttlætistæki í raun. Já. Þetta er það. Er þetta bara hugmynd í kollinum á þér eða er þetta eitthvað farið á stað? Þetta er komið á stað. Þetta er sem í kynningarfasa núna. Það er ég er búin að kynna þetta fyrir ráðuneytið og fyrstu viðbröð eru mjög góð og það er bara, þú veist, mér finnst mjög vænt það sem ég fengi að heyra. Ég hef verið að ræða náttúrulega við fulltrúa í ráðuneytinu þar og að kynna þetta en ég er líka búin að fá skilaboð frá ráðherra sem mér finnst rosalega vænt og henni finnst náttúrulega börnin okkar eiga að fá betri þjónustu, betri kennslu og þar af leiðandi brennur hún ráðherra sem sagt fyrir að bæta þetta og ég er bara alveg sammála að þetta, þú veist, það þarf eitthvað að gera. Við getum ekki haldið svona áfram. Þú getur sagt margt Ingu Sælandi, þú getur aldrei sagt að hún hafi ekki ástríðu og þessi ástríða hennar fyrir einmitt bættum hag barna og ungmenna hún er mjög, ég þekki hennar nóg til þess að vita það er mjög drífandi afl í hennar hjarta sko. Það er alveg magnað sko. Já. En hún hefur nú verið í slag við kennara. Það er bara, hvað segir það okkur? Já, ég held hún sé ekki beint við kennara sko. Hún En sko kennara hafa tekið slag við hana minna ég.
eins og grunnskólakennarar út af þessari einkunnabreitingu þeir eru bara fúlir ég held að sé frekar þannig sko. Þeir hafa tekið slægin, það hafa sumir tekið slægin við hann og ég held að það sé aldrei gott að gera það. Við erum hérna, þetta bara réttlætismál sem við verðum að fara fram á, að breyta úr bókstaf í tölustafi, foreldrar kalla eftir þessu, nemendur kalla eftir þessu, bara menntakerfi kallar eftir þessu. Ef við erum að móti þessu þá þarf að koma einhver rök af hverju viljum við halda í bókstafi. Mér finnst að það þarf að spyrja þessu spurningu. Það ekkert þess að halda í. Það ekkert gott þar. Hann kemur hérna í næstu viku, hann Magnús Þór í forystu kennara Sambands Íslands og ræðir við mig þessi mál. Ég ætla að sjá miðvikudaginn næstu viku sem ég á stefnumót bara svona fyrir ykkur ef þið viljið halda áfram að fylgjast með umræðu hér menntamál. En aðeins meira þetta, sagður rúbrik. Já. Eru þið kennararnir sjálfir, eru sumir ykkar þannig að þið bara hristið höfuðið út af gervigreindinni og þið finnst að gervigreindin muni gera ykkur löt og hiskin og taka eitthvað úr vinnusíðferðinu og þið treystið ekki og gervigreindin muni bara eyða heiminum mögulega síðir. Eru þannig kennarar í íslenskum kennarahópi og eru þá líka til kennarar eins og þú sem að ert með mjög jákvætt viðhorf gagnvart gervigreindinni. Með öðrum orðum erum við nú árið 2026 með kennarahóp þar sem sumir nota gervigreindina ekki neitt en aðrir telja að allar helstu umbætur í kennslu tengist gervigreindinni. Já. Það þannig. Þetta aftur, sko, þú ert alltaf að spyrja spurningar sem að þarf eiginlega að svara í ritgerð en aftur bara, þú veist, frábær spurning ég held að gervigreindin sé komin til þess að vera náttúrulega og þetta ákveðin þróun og auðvitað hefur maður séð sko bíómyndur það þegar gervigreindin tekur við og eyðir okkur og en gervigreind í menntakerfinu bara sko það bara snilld, það rauninni að kennarinn fær meiri tíma þá til þess að kenna. Ég líti á þetta þannig að ef ég get fengið gervigreindin til þess að fara yfir svona bunka af starffræðiverkefnum sem tekur mig stundu bara heila viku að fara yfir og maður langt fram á kvölda að vinna þú veist að fara yfir þetta þannig að þetta getum við náttúrulega spara töluvert okkar tíma og síðan þurfum við eins og ég nefndi á þann að fara yfir þetta og sjá hvað villur í gervigreindinni sko, allavega enn þá en þetta sparar heilmikinn tíma og ég hugsa flestir kennarar koma til með að nýta sér þetta og að fara yfir þetta allavega sem vanda frágang maður vil náttúrulega vanda að fara yfir verkefni að þýðir bara ekki að hrista fram úr sig að þetta 5 og þetta 6 og þannig að þú verður að gefa í tíma og fara yfir þetta sjá hvar villurnar eru sko. Já, þetta líka sko býður aukinni fagmennsku heim. Það gerir það. Já, það verður minnaðan duttlunga. Sko mér dettur í hug læknar sem hafa komið hérna á Rauðaborðinu sem áður voru bara alltaf í því að lækna fólk en núna eru þeir sko margir hverjir orðin svona þrælar skriffinnskunnar og fer óbúslega mikill virkur tími hjá þeim að þeir segja sjálfur í skriffinnsku. Þú ert að tala að sko gervigreindin taki þennan þátt sem í rauninni sáhluti starfsins sem að reynir ekki mest á sköpun og svona andagift og skúri fyrir þig. Já, nákvæmlega. Eins og bara, þú veist, skúringaróbot. Það til. Er einhvern á móti því? Þannig að þetta nákvæmlega svona, sko, að tæknin þarna til þess að hjálpa okkur, en ekki til þess að vera einhver fóturum fyrir hvernig maður á að vinna, sko. En það þarna með tæknina sko, hún náttúrulega getur farið líka lengra að hún getur síðan búið til próf en þá býr hún til próf út frá þeim prófum sem þú sendt inn og samskonar dæmi breytir náttúrulega tölur og allt svo leist þannig að það líka ákveðin sko spörun eða tímaspörun hjá kennurum í að undirbúa verkefni og próf
Enda það notað í dag. Það eru til kerfi sem kennarar hafa aðgang að sem búið til próf. Já. Og það var náttúrulega hluti af prófundirbúningi mann ég í gamla daga, maður las gömul próf aftur í tíman. Er það ennþá þannig? Já. Kennarar nota kannski gömul próf og segja nemendur, þið getur nota þessi próf til þess að undirbúa ykkur fyrir prófi sem verður í næstu viku, en enda verður það mjög svipað. Þannig að þetta er náttúrulega leið sem við notum og þá bara kennarar búin að taka kannski svipað próf, breyta tölurnar og leggur það fyrir. Já. Þetta er spennandi. Er svona eitthvað sem þið langar að bæta við þetta sem við höfum verið að ræða? Varðandi kerfið, ég er búin að nefna þarna með samræminguna, að það hjálpar kennurum að samræma sig og þar að leiðandi ætti einhvern, ef nemandi er að sína svona svipaða færni hjá mismunandi kennara, jafnvel mismunandi skóla, þá á það að vera eitt og það sama. Þannig að það kemur, gervigreindin hjálpar okkur þar. Tölulegt að þá er það í rauninni ekkert mál að setja alla þessar einhverjum bara í tölu og þá er það samræmt við framhaldsskólastig og er hægt að nýta það þannig. Og svo er kannski þriðja atriði í þessu er vandamálið hjá nemendunum, að það er svo miklu auðveldara fyrir kennarana að benda á hvar nemandi getur bætt sig. Þannig að þar er mesta virði fyrir nemandan, að því hann fær nákvæmlega þetta sem við vorum að tala um áðan. Hann segir, hér getur þú bætt þig. Að ofta á tíðum eru nemendur bara búin að fara í próf og hvar gekk þeir verst? Ég veit það ekki. Nei. Það er svo, þegar maður veit ekki hlutin, þá líður maður illa. Og kvíði líka hjá nemendum fyrir próf. Þegar þú veist náttúrulega hvað þetta var að gera, þá minnkar kvíðin. Þegar maður er ekki kvíðafullur yfir einhverju sem maður kann ekki. Þannig að þetta er svona þetta þrennt sem skiptir miklu máli og í heildinni þá vinnur þetta svo vel saman. Herru, það verður gaman að sjá hvernig ráðuneytið bregst við svona þessum hugmynduð innum og einhverju fundir framöndan hjá þér og ég bara óska þér góðs gengis í þessu öllu Örn. Ég ætla líka að hrósa þér fyrir það að þú hefur ekki látið að fippa þig að við vorum með þriðja gestin í þessu spjalli okkar sem var fluga. Hún settist nokkur sinnum á hausinn á þér og þú hérst alltaf árum að tala. Ég er mjög ánægð með það. Einmitt, takk fyrir það. En gangi þér vel. Takk fyrir. Og kæra þakki til ykkar, hlustendur og áhorfendur góðir fyrir samfylgdina með okkur í kvöld. Það verður svolítið öðruvísi dagskrá á morgun eins og endranær á föstudögum. Þá verðum við með beina útsendingu klukkan 16 þegar vikuskammturinn fer í loftið undir stjórn Gunnar Smára. Bein útsending fréttir líðandi stundar og stór viðburði í þjóðlífinu. Og hvað haldið þið nú að verði helst til umræðu? Jú, kosningin eftir rúma viku væntanlega. Svo verður hér ítalegt helgispjall klukkan 9 á laugardagsmorgni. Úrval efnis okkar við rauðaborðið flutt eftir hádegi á laugardag og sunnudag verða Synir Egils á fíni þáttur að gömlum sið í umsjá þeirra bræðra Gunnar Smára og Sigurjóns Magnús. En ég heiti Björn Þorláksson og við segjum þetta gott í kvöld, verið sæl.